ég er bara fullt af fólki hérna sem er ekkert svona... Svo sá ég það, sko. Já, svo Erna kom inn að Ernuland. Já, einmitt. Hún er ekkert eitthvað svona hardcore bíómyndamanniskja. Við áttum samt alveg gott spjall. Já, ég hlusta á hennar, sko. Og ég var alveg bara, já, ok, því við Erna erum svolítið svona, við þekkjast mjög vel, sko, þannig ég, þú veist... Já, þú þekkir hana? Já. Og hérna, ég var alveg, ok, ég ætla að kíkja það með Ernu. Svo ég alveg, já, ok. Ég get komið. Já, ég alveg, ok, þú veist, hún er svona sama bát og ég, sko. Já, en það var svona mjög gaman að fá hana. Já, hann er alltaf gaman að fá Ernu, hún er alveg bara ekki snillingur. Og hún er mjög hress líka. Já. Bara svona... Hún er alltaf eitthvað að segja, þannig að það er alltaf gott. Já, líka, hún gefur þessu svona góða þokka. Já, hann er eitthvað svona, hafi hana eins og hana, hérna, Eva Rúsa. Hún er komið. Já, það er eitthvað svona, það er eitthvað ljómi. Það er eitthvað svona, það er hafi eitthvað sem er svona bara, það geistlar að þeim. Já, ég er svolítið samanlegar. Það er svo gaman að tala um þannig fólk. Já, þú veist, og hérna, og maður færi eitthvað nefnir svo mikið út og maður lappar í burtu eftir maður tala við þér og maður er alveg svona, þetta var gott. Já, eins og segja, gefur þessu svona góða þokka. Já. Nærandi fyrir mann að tala um svona fólk. Já, ég er alveg samanlegar. En hvað er það sem frétta þér? Hvað ertu að gera? Ég er hérna á FM í Magasín með Brynjari Má. Við erum alltaf á mánudögum til 50 daga á þeim dögum frá 4 til 6 þá erum við í loftinu. Fáum frí á föstudögum þá tekur blöðið við stúdíóið okkar tíma. Já, hann er á föstu. Já, þú veist strákarnir fara þá. Þannig að þú veist, það er það sem ég er að gera. Hvernig þáttur er það? Þetta er svona létt og skemmtilegt spjall bara leiðinni heim og vinnunni. Og er það bara að tala um allt? Já, við erum bara það er ekkert sem við tölum ekki sko. Þannig... Það er aðalega að fara í slúður hjá fræga fólkinu eða... Við mingum meira þess að það. Að því, þú veist, fyrir mér var einhvern veginn, við þurfum ekki einhvern veginn að fá svona mikið slúður, veist, að þetta er alltaf í andlutinu á okkur. Þú opnar ekki Instagram eða þú opnar ekki Snapchat eða að sjá slúður. Þannig að við bara svona, við erum komið að einu sinni í þættinum á svona 2 tímum, fáum við slúður á 60 sekúndum. Já, þetta er bara svona stutt. Já, við bara gefum ykkur á 1 mínútu eitthvað smá slúður og reyni að velja eitthvað svona fyndið. Já, og þetta er bara 60 sekúndur. Já. Þannig að þið fengur svolítið svona brókið þessu og bara, herri, gerum bara stutt. Ég er bara, þú veist, dang, þú veist, hversin lengin enn þú að hlusta á slúður? Þú veist. Ég er persónulega ekkert svakalega lengi. Nei, ég myndi segja, þú veist, ég sjálfur alveg bara, ég þarf alveg að heyra bara svona, þú veist, Brad Pitt og ég kærustu. Já, ok. Þú veist, ef hún á mann, þá er það juicy. Þá máttu láta það fylgja með, þú veist. Þá er það frétt. Já, þú veist, þá er ég alveg, nú, þú veist, en þegar hann fékk kærustu, þá sagði ég nokkur sem frá þessu. Ég var bara að fá nafnina Búturalski. Ég var með þá á hreinu. Já, ég skil þig. Man er ekki fyrra nafnina, ég man var bara Búturalski. En það kemur eitthvað svona, Brad Pitt byrja með stelpu sem er 30 árum yngri en hann. Fyrst að það var meira frétt. Er það frétt í dag? Mér finnst það ekki merkilegt. Einhver í Hollywood og kærustu sem er 30 árum yngri. Það væri frétt ef hún væri 13 ára skiluru. Þú veist. Ég er líka að vera ólulega. Já, þá er þetta frétt. Það var góð frétt. Já, þú veist, annars er ég bara eitthvað, ég átti von á þessu. En eins og þegar Svala byrjaði með sínum, það var eitthvað smá svona... Ekki nýjasta, því hún alltaf var búin að vera með einu svo ungum, þannig að það var eitthvað neina ekki... Já, hún búin að brjóta í sín. Það var fyrsta fréttin var frétt. Alveg rétt. Það er eitthvað sem fólk var svona að smjatta á. Þess að það fyndi hvernig nenni fólk að pæla í þessu. Mér er alveg sama, ég er ekki þessu sambandi. Nei, þetta er snokk. Okkur er ekki öllum sama. Ég náði mér einn yngri, reynda bara 4 árum, en... Kærasta mín er yngri. Ég segi það, amma kallar mig barnaræningi. Amma mín 91 á, sko. Og hún er... Finnst henni þetta bara skrít? Nei, hún er bara alveg grínast. Hún er algjör humoristi. Hún er bara... Ég segi, já, Maggi er náttúrulega yngri en ég. Ha? Ég segi, hann 4 árum yngri. Þú er barnaræningi? Nei. En það er gott að sé humorist, því ég held kannski að ég væri svona gömlu kynslu og hún væri bara svona, ha? Amma er brútal humoristi, sko. Og hún er alveg, sko, kjafturinn henni er alveg rosalegur. Maður er alveg... Og hvað, er hún 91, er það? Já. Hvernig er það svo að hún er COVID alveg á fullu? Já, hún bara heima. Já, bara ein? Eða... Já, nei, sko, við erum... En þá á lífið það? Nei. Hann dó fyrir, hvað, 5 ára síðan? 5 eða 6 ára síðan. En hún er bara hress, sko, þú veist, en
hún náttúrulega finnur alveg að þetta náttúrulega hefur áhrif. Já, þú veist, ég alveg að hugsa mér svo einangrunna, þú veist, ef það ein. Já, þú veist, hún fór alltaf niður í mat og hitti þar gamla fólkið. Svo hún svona smá hætti einhvern veginn að nennaðu tímabila því voru allir bara einhvern detta niður, þú veist. Svo ég nenni ekki að kynnast nýju fólki, þetta deyr allt. Og maður svona alveg, Hefur hún orðað þetta svoleiðis? Já, þetta deyr allt saman. Nenni ekki að kynnast. Já, það var en hún sko auðvitað fer þetta illa í, þú veist, en við höfum bara verið rosa duglega að hringja og svo hafa verið, þú veist, þessu mamma mín, hún bara búin að svolítið einangra sig og sinnir henni. Þú veist, það hafa allir bara að passa sig og það er komið til henni, það er ekkert að kyssast að knúsast eða svo hann bara að hringja og hún alveg elskar þegar ég hringi og mín 2 ára er sko með í símtalinu. Þetta gefur svona fólki svo mikið maður. Já, þú veist, bara þessi samskipti. Já. Þú veist, að geta allan að tala við eitthvað og hvað það sjá eitthvað. Já. Þú veist, ég segi, þetta er litli minni fyrst, hún 2 háls, þú veist, og hún er alltaf bara með dúkkurnar sína bara, ég fæ til Langamu. Ég bara, já, við munum fara til Langamu. Þú veist, vonandi fyrir jól. Já, þetta er svo, þú veist, ég veit að skilja, þetta er hundlegt ástand. Maður þarf að passa sig og fólki þarf að reyna einhver svo svolítið. Þetta er eitthvað svona svo sorglegt. Þú veist, að þessi nánd, þetta er svo nú er ég að hitta þig í fyrst skipti. Ég tók ekki höndina þér. Nei, einmitt, maður er bara svona hér, eitthvað svona, þú veist. Mér finnst það alveg að ég er svolítið svona, ég teki höndina fólki og ég knúsa fólk. Ég er kannski ekki knúsa þig. Nú? Ekki svona í fyrst skipti, en ég er svolítið mikið svona faðmari. Ég er alveg, ég veist, það var þannig sko, eins og í sumar kom svona aðeins lægði í hérna bylginni. Einmitt. Eða þú veist, ég sögðu að þá voru fólk að koma inn í stúdíu sem ég hafði kannski ekki hitt, en það var samt knúsað og svona. Nú, ok, þannig að þú ert alveg þar? Ég er alveg, veist, ég er knúsari. Alveg bara svona að þú ert að hitta fólk í fyrst skipti? Já, svona, þú veist, eins og þú veist, fólk er bara komið viðtal og svona, þá, svo eftir viðtali þá knúsaðast. Já, ég skil þig. Gær kom til okkur Jagvan, og það var skemmtilegt spjalli og svona, og mér langaði svona eftir spjalli bara að fara á knúsana því að hann var svo skemmtileg, en ég var að hitta hann í fyrst skipti. Já, þú þekktir hann ekkert? Nei. Já. En mér finnst ég bara alltaf þekki alltaf að ég er búin að hitta einu sinni, það er alveg skrítið. Þannig að eftir þetta spjall okkar, þá þekkist við. Og ef að COVID væri ekki, og myndi ég knúsa þig. Og þú myndi, það er geggjað. En þú veist, málega, það gefa hann svo mikið. Já. Að knúsa. Það er vanmetið. Og svo getur líka fundið svolítið út hvernig manneskinn er þú knúsar hana. Hvernig það? Skort þú sétt bara, fólk sér bara limpast einhvern veginn. Þú veist, ég hef talað þetta, þú veist, ég hélt í sumar og hélt við ammali fyrir stelpun okkar og ég var bara svona að tala um það eftir á í þættinum okkar, ég bara, já, ég kyssti 2 á eyrað. Því maður kyssti svona kynna svona. Já. Nema þú veist, þá var þau bara svona ekki þannig og þá bara svona gáði þau bara svona hausin alveg inn og ég enda því að kissa eyrað. Ég var bara eitthvað, 2. Og í mjög fámunni barnaafmæli. Þannig ég var alveg, hvernig... Óþægilegt. Já, en hefur ekki lent í þessu? Ég er ekki svona mikið að kissa fólk. Ekki svona rétt svo að kynnina? Það er mjög sjálfgeft fyrir mér. Já, það gefur líka, ég er að segja það. Er það vanmetið? Já, ég veit ekki hvort ég er bara svona úr fjölskyldi sem er eitthvað svona kiss og knús, en svo eins og við Brynja Már sem vinnur með mér. Við erum svona knúsafólk, sko, og ég man að í sumar, bara í haust, þá vorum við eitthvað, einn mánudagur, og við byrjum alltaf vikuna því að knúsast, taka bara 1 gott knús. Við knúsumst allt í lagi, svo bara sittum við bara í okkar sæti, við sittum alltaf á móti hvort öðru, með góðri fjarlægð. Förum svo bara heim, svo fæ ég bara símtal. Herðu, mamma mín var að greinast með COVID. Ég bara, fucking mánudagsknúsin. Svo bara beið ég bara, þú veist, með hjarta í buksunum bara eftir, þú veist, að vita hvort að hann var í jákvæður eða neikvæður. Og ég aldrei svona ævinni vilja að hann var í neikvæður eins og þarna. Hann og ég var bara eitthvað, svo kom neikvætt og ég bara, ég ætla samt ekki setja þess hold á þessi mánudagsknús. Bíðum með það aðeins. Já, en hann er náttúrulega algjörknúsar og hann á mjög erfitt með þetta. Hann á erfitt með þetta en ég. Já, ég er pínu þar. Þegar ég hitti fólk sem ég þekki eða kannast við eitthvað, þá var alltaf bara, nei, blessaður eða blessaður og gaman að hitta þig. Núna get ég það eða ekki. Og mér finnst það alveg svona pínu erfitt. Þetta er nefnilega, maður hittir eitthvað, ég sjá í langan tíma, manni finnst innilega gaman að hitta manneskina. Þú veist, hljómar svo að sé fólk sem ég hef ekkert innilega gaman að hitta, en allavega, þú veist,
það var langar manni bara svona, kontu hérna, knústu mig. Það líka, þetta breytist aðeins hjá mér fyrir nokkur málum, þetta kannski 10 ár síðan. Þá var ég að vinna á stað, þá var það mikið að gera og bara mikið álag og ég var bara svona, kiknundur álagi. Þá kom sölustjórinn í fyrirtækinu til mín og sagði bara eitthvað svona, Hafsteinn, kontu hérna. Já. Og faðmaði mig. Ég man ennþá eftir þessu. Og bara ég fekk einhvern svona orku eftir þetta. Það hefur verið rosalega duglegur að knúsa. Já, ég finn þetta alveg og ég ger þetta manni minn svo kem ég átt að knúsa hann og hann segi, ertu komin í hleðslu? Já, ég komin. Og það akkurat málið. Ég kem og ég bara svona hjúfra mig, svo bara svona ég bara að fá hleðslu. En eru þið, þið gift? Eða eru trúlofið. Eru þið mikið svona touchy, músi par? Já, ég náttúrulega algjör. Já. Þú veist, ég alveg, svo ég sagði daginn sem ég langt bara svona inn í þig. Og hann bara, já, og það var svona eins og hvað sagði hann, hvað heitir hann úr, Silence of the Lambs, hann Bob. Buffalo Bill, segi. Nei, Buffalo Bill, já. Það er svona svo Buffalo Bill, eitthvað, og það var akkur tíma sem mátti ekki fyrir í klippingun og þegar hann fór svo þykkt hára, hann verður svona eins og Monsa. Hann sagði, já, það er bara svona eins og Buffalo Bill og með svona Monsuhettu. Og ég var alveg, hann var að gera þetta knúsa eitthvað svo ógislegt. Já, hann eiginlega knúsa. Já, þú veist, þannig, jú, ef við var ekki snerting og svona knúsir í sambandinu, var ég bara... Ég alveg heyrt svona samband. Já, ég veit alveg svona samband og hjónabönd. Já, og mér finnst það alveg, ég mjög með svona músi og kærasti minn líka. Já. Henni finnst það svo gaman. Þú veist, við erum alltaf eitthvað knúsana eitthvað. Þetta er svo gott. Mér finnst það eitthvað svo eðlilegt. Koss, hæ og bæ, alltaf, og knús. Þetta er bara það sem þarf. Já, og líka, það var eitthvað vinur mér sem kendi mér þetta. Það er ekki eitthvað bara viska sem hann læriði beint. En hann sagði líka bara, ekki fara að sofa ósátt. Nei, ég heyrði samt líka frá einum. Stundum er bara gott að fara að sofa og sofa á þessu, svo gæti komið ný sín daginn eftir. Þegar fólk aðeins búið að jafna sig. Nú ert þú að ruggla mig. Þetta var regla mín. En ef það virka fyrir þig, þá er það frábært. En við rýmst eða aldrei. Þetta er svona... Nei, þú veist, það er svo er eitt hvort maður er að rífast eða hvort maður sé ósáttur. Já. Þú veist, maður getur að ósammála ósáttur. Já, við erum frekar þar. Já, þú veist, ég er ekki alltaf sammála manninni mínum, en ég hef alltaf rétt fyrir mér. Tjók. Þín skoðun er rétt. Þú veist, það er bara gefið. Nei, þú veist, ég er ekki alltaf sammála, en það þýðir ekki að sé alltaf hávaða rifrildi. Það er bara að ræða hlutin og vera ósammála. Og stundu það maður bara labbi burt og vera bara ósammála. Áttu auðvelt samt með að fara að sofa? Eitthvað svona pínperru eða eitthvað. Nei, náttúrulega almennt á ég ekki auðvelt með að sofa. Þú veist, ég er bara svona manneskja sem við sopna og svo vakna alltaf klukkan 3 bara, já, ekki komin dagur. Nei, ok. Já, þú veist, ég er með svona svefnvesen, sko. En þér finnst þetta að vera vesen? Já, ég er bara... Þetta er fínt. Nei, en ég er bara svona, ok. Svo er ég, þú veist, að hlusta okkur slökun. Svo margir með svo pirrandi rödd. Hvernig slökun? Bara eitthvað svona jóga, nýtra slökun og ég er bara frá alls konar slökun. Svo veist, og núna síðast var eins sem var bara veldi ekki bara koma mér svona kakóseramóni og eitthvað og ég alveg Hvað er það? Ég hef heyrt þetta, ég hef ekkert kynnt mér þetta. Nei, ég hef búin að heyra alls konar með þessar kakóseramónir. Er þetta eitthvað svona dópdæmi eitthvað? Nei, sko mér skilst, ég held að kakói sjálft sé, það er svolítið sterkt, skilst mér. Þetta er kannski heimsku spurning, en er þetta bara Já, þetta er alltaf löglegt. Já, en er þetta bara kakó? Já, þetta er bara Það var eitthvað í þessu. Ég veit ekki nóg þetta. Er þetta eitthvað svona off-skin þetta með það? Nei, ég veit það ekki. Bara, þú veist, ég bara heyrst þetta sé ógeðslega vont á bragðið. Svo við eitthvað heyrt svona ykkur og tala um alveg. Heyrðu, þú þarna, ef þú ekki eitthvað að vinna í þessu kakóseremoníu? Jú, þú voru að spurja, ég var bara að heyra það og þau voru alltaf að setja putan í rassin á sér og eitthvað og ég var alveg... Þannig ég spurði vinkra mín í alveg, já, þú ert alltaf í þessu kakóseremoníu dæmi. Já, ég elska þetta, ég bara... Eru þið eitthvað fyrkt í rassinum á okkur? Og hún bara, nei. Ég leik, ok. Og varstu þú búin að heyra eitthvað svona orðróm það? Þá var semst vinu minn búin að heyra það og það væri eitthvað verið svona fyrkt í rassinum á sér eitthvað í kakóseremoníu. Og ég ætla að spurði og þá sá hann, nei, alls ekki. En þá var vist eitthvað verið að tala um eitthvað svona, hveiti fólk til þess að örfa eitthvað vöðva eða eitthvað. Hann hefur verið röngum hóp, þessi...
vinur? Já, hann allan heyrði þetta og var bara mjög forvitin. Nei, og hann var ekki búin að uppgöta sjálfur. Nei, okay. Ég sagði við hann, áður en þú fyrir að dæli þig svismis og gera eitthvað æfingar heima, þá gera þau þetta ekki. Sér, það fyndið. En það var allan ekki. En það hlýtur að vera eitthvað að ég hef heyrt þetta. Ég hef ekki nefnt að kynna mér þetta. Nei, ég hef ekki áhuga á svona kakóseremoníum. Mér finnst bara fínt að fólk vil gera þetta, ekkert mál. En þú veist, ég let alltaf skoða eitthvað svona hugleiðslur og þú veist, ég fór reglulega í svona kapp-jóga, heitir það. Hvað er það? Þetta er svona raunni, svo erfitt að útskýra þetta. Þetta er á ferðin í sal og það er spilað alveg bilagslega hávært tónlist og þú liggur bara þarna. Svo bara gerist eitthvað. Þú veist, og ég fór fyrst og ég var alveg, ég ætla ekki að láta hafa mig fíbli þarna. Ég ætla bara ekki. Þú veist, þá byrjaði svona búkurinn eitthvað svona hristast til eitthvað og ég alveg, hættu. Þú ert að grínast. Nei, og ég bara, hættu nú. Nú skuldu hætta þessu. Ekki gera þetta erndis. 37 ára, þú lætur ekki þetta fíbli. Og svo bara gerðist eitthvað. Svo bara var ég alveg slakaði á. Svo bara var allt bara svona fjólublátt, bara svona fljótandi fjólublá litir. Og svo bara fór bara líka með einhvern veginn að dansa. Þannig að þú liggur í einhverjum jógasal. Og það kemur líka kona sem er stjórnar þessu og hún er að gera svona yfir líkamann eitthvað. Heila þig? Já, og svona virkja orkustöðunar líkamanninu. Ok. Og snerti kannski aðeins öfuðu höfuðið, einum punkt, eitthvað kannski fæturnar. Þú veist, og setur hendun á magana þér. Og svo bara. En það er hópur af fólki með þér, ekki? Jú. Það er bara eins og jógatími? Já. Og er allir bara eitthvað? Ertu með loka augun? Já, þú veist, ræði því. Það er alltaf bestar með loka augun. En það er allir að upplifa eitthvað en ekki endilega það sama. Sumir hafa bara að fara að hágráta. Sumir hafa að fara að skelli hlæja. Þegar þetta COVID er búið, þá ætla ég að fara með því kappjóka. Ég held að þú sé típan, Hafsteinn, sem hefði gaman af þessu. Sko, félagi minn er jógakennari. Já. Hann hefur ekki nefnt svona kappjóka. Nei. Það er ekki kappjóka. Jú. En hann er svona alltaf að reyna að fá mig. Svo er ég kannski að segja vittust. Ég er með ömulegt minni. Ég held að þetta er kappjóka. Nú er kannski ykkur að hlusta bara, hvað er hann að tala um? Já, ég googla þetta og kemur aftur með hvort þið ekki, jú, þetta er kappjóka. Ef þetta er rangt hjá þér, þá setjum svona leiðir eitthvað texta hérna. Fyrir vídeóið. Það væri ekki til fyrsta skipti sem ég myndi segja eitthvað, bara misminni. Ég hef alveg sagt eitthvað rugglýst þetta. Ég gera alltaf daglega. Þú veist, í live þá var ég að segja eitthvað bull. Ég var að mynda að tala um hérna en daginn, ég hefði hort á Donnie Darko. Ég var ekkert að horfa á það. Ég var að horfa á Donnie Brasco. Maður mig bara sendi strax Donnie Brasco. Ég er whatever. Það var allir eitthvað Donnie þarna. Þú sagði þér í útastættunum þínum að þú hefði verið að horfa á Donnie Darko? Já. En þú varst að horfa á Donnie Brasco? Já. Ólíka myndir? Mjög svo. Og ég fór að lýsa atriði á myndinni úr Donnie Brasco menn ég var að tala Donnie Darko. Og varstu þá að lýsa bara eitthvað svona mafjósa atriði? Þess að við voru að drita á niður með haglabyssunum en í kjallaranum. Já, mitt. Ég bara, ég var eitthvað að tala um í dag þetta var gert okkur allt öðruvís og betur. Svo ætlaði maður mig bara eitthvað fullu bara Donnie Brasco, þú varst ekki að horfa á Donnie Darko. En fyrst þú byrjaði að tala um bíómyndir, ertu mikið fyrir það að horfa á bíómyndir? Nei. Þú veist, ég horfa alveg bíómyndir. Já. Ég ger ekki mikið að því, ég gerði sko áður fyrr. Ok, akkur er það? Þú veist, ég veit ekki hvort það kom bara á Netflix og þessu, að þú ert bara maður fyrir einhvern veginn inn og er að horfa á þættina. Þú veist, og ég er alveg með ömulega, þú veist, smekk, en ég standa ekki að gera, en ég er með ömulega smekk á hérna þáttum. Ok, hvað er með eitthvað svona dæmi af þáttur svo fílar? Real Housewives. Okay. Er það ekki nóg? En þú veist, hver er ég að dæma það? Að ég horfur á eitthvað sem þú er bara hvernig nennir að horfa á það. Já, sko, ég er náttúrulega en reyndar Norsemenn á Netflix, ég elska þá þætti. Þeir eru góðir. Þeir eru geggjaði, sko. Já. Þannig að það er, og svo hef ég alveg hort á Stranger Things, og ég missum ekki að því. Og ég var alveg, mér fannst, Shameless alltaf svo geggjagóðir. Ég er svona smá þreytt á þeim núna. Er ekki líka komið sería 9 eða eitthvað? Ég heldur séum bara að fá seríu 10. Seríu 10, mitt. Já, en ég komið svolítið leið að því.
Eðlilega. Já, en hérna alveg svo ég kom með leið á Grace. Það er það ekki sería hvað komur? Það er 16. Það er ennþá gangið ekki? Jú, ég var þannig loftur en daginn, ég sagði að það er komið sería 10, 12 eða eitthvað, þá er einali það er komið sería 16. Ertu búin að sjá þetta all? Nei, ég er búin að missa úr hérna eftir, ég veit ekki snöndi hvaða seríu, en í rauninni, þú veist, áður en hann deyr hérna maður hennar Meredith, þá var ég alveg komin á þessu. En nú fekk ég aðra Ernu til mín. Já. Ernu Land. Já. Hún var að tala Grace. Og henni var svo sorglegt þegar að, nú veit ég þóra ekki að spoila þessu fyrir þér. Ég hef ekki séð þetta. Ég veit hann er dáinn. Já, að Derek. Er það ekki Derek? Jú, hann er Meredith. Já, hann var með þessari Meredith. Ég þarf að setja minni í þetta betur. Og hún fór að hágráta. Já, þú veist, ég grenjaði alveg. Þú grenjaði yfir því? En þú veist, ég er mjög, þú veist, það er svo stutt í tárakirtlana mína. Þú veist, ég alveg bara grenjaði yfir öllu, sko. Veist, en ég alveg bara þurfti að hætta að horfa á hvað voru við að horfa. Já, við reyndum að horfa á Vikings saman, ég og maðurinn minn, þættina. Ég bara get þetta ekki. Hvað er endalegt verið að nauðga og myrða og ég get þetta ekki. Þú veist, hljómar umulega, en áður en ég átti, þú veist, börnin mín. Já. Þá gæti maður horta á þetta allt saman að vera bara eitthvað, en er þetta með poppið. En í dag er ég bara, nei. Þú ert viðkvæmari. Ég er miklu viðkvæmari og þú veist, það er bara, ég grenja yfir bara mjög mörgu, sko. En ég ætla að fara ég ætla að viðkvæmja neitt núna, að því kærasti mín er sérst ófrísk. Ég er að regnast núna mitt fyrsta barn í janúar. Já, æði til hamingju. Og takk fyrir það. Og þeir sem eru að horfa að hlusta á þátt eru búin að heyra mig segja þetta miljónsinnum. En ég er bara mjög spenntur. Já, skiljanlega. Og hún er aðeins viðkvæmari núna, kærasti mín. Já. Þú veist, hormónar og svona. Og ég get svo svarað, þetta er komið í mig líka. Það er eitthvað tenging. Já. Þó ég sé ekki að tækla sér ófrísku sjálfur. Nei, þá ertu að upplifa þetta með henni. Já, og ég sá, það var ný Coca-Cola-auglýsing. Ég veit hvort þú séð það. Nei. Svona jóla Coca-Cola-auglýsing, ný komin út. Já. Og hún er svo falleg. Þess að ég táraðist yfir henni. Já. Fucking auglýsingu. En sérðu samt hvað þetta er fallegt? Af því, þú veist, maður á að vera alveg, þú veist, svo gott að vera í tengingu bara við tilfinningarna sínar. Af því ég vil freka að vera svona, þar sem ég bara stutt í tárakirtlana mína, heldur en að ég sé, þú veist, alveg bara alltaf að byrgja þetta allt inni. Það finnst mér hræðilegt. Já, þú veist, ég er bara alltaf svona, nei, þú veist, ég hef alveg verið átt innilegt spjall við stelpuna minni sem er 11 ára. Og hún hefur verið að segja mér eitthvað og hún hefur tárast og ég hef alveg tárast með henni. Þú veist, og við sittum bara saman þarna og þú veist, og mér finnst alltaf bara allt í lagi. Já, það er ekkert að þessu. Nei, þú veist, hún sér það bara að ég er bara manneski eins og hún og ég hef tilfinningar eins og hún. Þú veist, ég hef grænjað upp í vinnu og ég er alltaf grænjað þetta. Ég ætla að grænja núna hérna eftir. Grænjar í þættinu mínum. Já, mér fannst það bara svo áhugavert að ég hafði heyrt þetta. Að ég alveg flestar mínum vinum megaböð. Og eitt félagi minn á 3 stelpur. Fregnast núna sitt 4. Hætti bara í dag eða eitthvað, sko. Bara stutt í það. Og leggur þetta alltaf sem að konuna? Nei, þetta er með 2 konum. Já, ok. Og hann talaði það eftir að hann eignast börnin sín. Þá var hann viðkvæmari. Já. Og ég pínu hræddu við að því með þessu gana hryllismyndum. Og svona byssumyndum og að skjóta allavega eitthvað. Veist, ég vil ekki missa það. Nei, það getur, þú veist, ég, sko, eins og vini mínir, þeir eiga erfiðara með að horfa myndir það sem er eitthvað verið að gera börnum eitthvað, eða dýrum. Það er eins og það tryggir, það er bara svona, nei. En þeir geta alveg farið í Call of Duty og skilur og verið að drepa eitthvað. Já, eitthvað tölleg. Já, eða þú veist, við horta á eitthvað svona byssumynd. Já, maður minn, ég alltaf lappa einu daginn og hann var á narkos og ég bara, oi, hvað það horfa? Þú veist, það er ókvæslegt. En við horfum með þetta á Donnie Darko. Nei, við horfum ekki á Donnie Darko, við horfum á Donnie Brasco. Donnie Brasco. En það, sú mynd, það er mafjósamynd. Og ég var að mynd, ég bana maður, þú veist, þú sagði, getur við ekki hort á Donnie Brasco? Að því ég dýrkaði þessa mynd. Mafjósamyndir, ég elska þær. Það er í lagi, að því þær eru oft mjög gróða, sko. Já. En það er í lagi? Já, það er einhvern veginn, sko, það eru mafjósamyndir sem ég elska, það er líka svona gamlar. Já. Svo Godfather og hérna Goodfellas og eitthvað svona, þú veist, þá er ég alveg, þetta er mjög, kannski ekki alveg að brútal eins og í dag. Nei. Þú veist, eins og ég var að segja upp í þættir mínu, ég bara eitthvað,
þú veist, þetta haglabyssu atriði í kjallaranum svona krúsjál atriði í Donnie Brasco spoiler fyrir Donnie Brasco nú er ég alltaf að segja þetta, þá er ég alveg Ríkis er rétt Donnie Brasco já, þá, þú veist, þetta er allt öðruvís í dag hvernig það? Ég held að það er miklu meira brútal já, meira brútal í dag já, þú veist, ég held að og svona er það raunverulegra já, ég skil hvað við þannig að þetta var góð mynd hún endar náttúrulega ekki þarna myndin nei, í þessu atriði nei, þetta er krúsil atriði já, hann að ég er alveg svona mafjósa myndir og ég er búin að horfa, þú veist, endalaust af heimildamyndum mafíuna já, og svo geggja þegar kom hann að raunveruleika þættir Mob Wives það var geðvikt það var stórklikkaðar byrju það já. Mob Wives já það er sérst allar eru sérst tengdar eru fyrirrandi kallar eitthvað er það núverandi? Þetta er sko núverandi jú, hann var pabbi einnar mann ég ekki hvað fjölskylda hann var í en hann var bara nýdáinn og hann var sko, þú veist, hún var, þetta var allt í gangi og fyrirrandi maðurinn hennar, hún byrjaði með hann aftur og hann var svona rétt og hann kjaftaði sko, var að segja löggunni allt pabbinar nei hún byggði taugafall ég meina það alltaf í þessum bransa þessum fjölskyldum, þá er þetta alltaf bara versta já, hún gerir bara ekki svona að vera snitch já, þetta er bara versta sem hún getur gert en svo var einn þarna sem var algjörs risa karakter, Big Ange og fylgst með henni og hún var bara svo reynda dó hún og krabbameini greið en hvað eru konar marga seríur það? Ég held að þetta hafi verið 3 eða 4 svo var þetta bara tekið og þetta var, svo var einn þarna sem maðurinn var í fangilsi hann var í mafíunni var í fangilsi og þetta var allt eitthvað svona hvað finnst þér svona áhugavert við mafíudæmi? Mér finnst bara þetta samfélag hvernig þetta virkar þú veist, og það bara er einhvern veginn þú kemur inn og þú ert bara komin in for life og þú ert ekki bara, ég er bara nennistu lengur, mér langar bara einhvern veginn að fara frýtt bara Tenerife með fjölskyldinni og þú veist, bara gleymdu því þú veist þú getur hætt en þú getur líka bara sagt blessu þetta líf mér finnst þetta svo áhugavert ég er samanlega, líka bara þetta er svo skipulagt já þú veist, þeir eru með svona hierarchy já, þetta er einhvern veginn og þú veist, bara þú veist að horfa á það hvernig löggan svo í New York var að taka á þessu og þeir gátu ekkert gert einhvern veginn þeir voru bara tímabili bara algjörlega með ekkert í höndunum til þess að gera neitt að þetta var líka svo falið að því að topparnir þeir voru svo langt frá þessu rauninni já, svo var bara eitthvað, já, þeir eru þessi að snekju og verið að hlera hana já, en þau getur ekki nota neitt af þessu en sástu, það kom nú nýlega þættir á Netflix ég er að horfa á það mitt þú ert að horfa á það núna? já, þú ert ekki búið með það? Nei þetta er einhverjum 3 þættir eða eitthvað já, ég held ég búið með 1,5 já, þetta er alveg mjög áhugavert sko þá fann maður að sjá svona hlið löggunar já, það er svona var ég líka bara, ég elska allt svona ég er bara, já, þú veist en finnst þið mafíudóti svona meira spennandi heldur en bara eitthvað svona eitthvað gengi annar staðar eða eitthvað svona venjöld glæpdæmi já, mér finnst það er eitthvað glamúr við þetta já, en það er líka bara hvað þessi skipulagt þetta er gengi finnst mér bara eitthvað neginn vilsingar já, svona þegar veit enginn hvað er að gerast það veit enginn hvað á að gera þú veist, þannig að mér finnst en reyndar alltaf ég að horfa okkur heimildarmyndir núna, veist, maður segir mér frá heimildarmynd mann sem fór og kynnti sig gengin í Bandaríkjunum fór bara, þetta er ykkur heimildarmynd sem hann því við vorum að horfa heimildarmynd gaur sem fer inn í fangelsi svona high security fangelsi til Netflix er það þættir? já, þættir er þetta eitthvað svona world's toughest prisons eitthvað? já, hann var fór í og hann sjálfur var settur í fangelsi fyrir ásakarum morð sem hann framdengi og var í fangelsi ykkur tíma já, gæinn sjálfur? já, svo fer hann bara að fara í alls konar fangelsi og hann var í fangelsi í Þýskalandi og það hætti að gera hann fangelsi í Þýskalandi þar sem hann var bara eitthvað ég er ekki alveg að skilja þetta fangelsi það var bara svona eitthvað þú veist bara líkilega klefaneginum og þið var bara treyst til þess að nei jú, og svo bara var búið upp á alls konar ráðgjöf og þú veist að fá þetta til þess að vera veist, vinna úr aggressífininu og eitthvað þú veist og hann var bara ekki alveg að skilja hvað er í gangi svona mannúðlegra eitthvað já en þá er ég að spyrja þig, við tala um fangelsi þetta er kannski erfið spurning en þá er ég að spyrja þig lítur þú á fangelsi
sem refsingu eða endurhæfingu? Sko. Nú er ég grillað þig. Já, nei, málið að mér finnst að fangelsi ætti að vera endurhæfing. Okay. En ég heldur sem ekki að ná því í dag. Eins og staðan er nú hef ég ekkert farið og kynnt mér, þú veist, Litla-Hraun eða Hólmsheiðinni þannig. Þú veist, en þetta er allt manneskjur. Þetta er allt fólk að inni. Þú veist, og þetta er allt fólk sem á fjölskyldur. Þú veist, ef þetta væri bræður mínir sem væru að inni, þá myndi ég þetta vilja að þeir myndi fá endurhæfingu og reyna, þú veist, að sé eitthvað vona þegar þú kemur út að þú eigir séns. Og getur tekið þátt aftur í samfélaginu. Já. Just að því að mikið af þessu fólki er fólk sem að fór í fíkniefni og þú veist, í kjölfari náttúrulega lendi á mjög slæmum stað, gerði slæma hluti. Þú veist, ég veist einhver síðan inni sem bara eitthvað djöðlir ánæða með þetta var geggjað. Fínt að koma að Litla-Hraun. Nei, hugsa ekki. Og þeir sem eru, og margir af þeim sem vera með mjög veikir einstaklingar, myndi ég halda, væri bara mjög veikir einstaklingar. Já, ég ætla að gefa mig það, sérstaklega eru að fremja ykkur ógeðsverk. Einmitt, að þetta sé, og kannski ætti til að vera það frekar viðandi stofnun sem þeir aðeinar ætti að fá að tilheyra og fá hjálp. Já, Svona stuttum álega spurningur og svona. Mér finnst það mjög áhugavert, af því að kannski fylgist með ykkur fólki sem hefur gert eitthvað. Það er kannski aðalega gauðra sem hafa gert eitthvað svona ógeðsverk eins og Íslandi. Að sjá svona hvernig fólk tekur í það þessu komur aftur út. Já. Eins og bara maður fá vinnu. Einmitt. Skilur hvað er að fara? Af því að ef maður lítur á fangelsi sem endurhæfingu og þú kemur út á fangelsinu, þá verður við eitthvað bara, finnst mér, að núllstilla. Skilur? Já. Þú ert búin að vera í fangelsi, nú ertu komin út, núna verður þú að gefa þér bara sama séns og einhverjum öðrum. Já, þú ert líka búin að sýna fram á það að þú viljir breyta og bæta og viljan að bata, þá er ég alltaf til að gefa fólki séns. En þú ert með eitthvað gæja sem búið fremja morð og hann sleppur út, það er bara svona max, ég held að 16 ár sem max tíminn á Íslandi og hann kemur út og hún er basically bara sleppt af því hann er bara búið með tíma sér. Já, já. Og þetta er til dæmi þetta hérna. Já. En ég skil vel að, þú veist, fjölskyldur hins látna sé ekki kannski til í að hafa þig algjörlega í næsta húsi. Finnst þér það að hann mætti alveg fá vinnu bara á kassa í bónus eða verslun eða eitthvað? Ég held að það er svo erfitt að úrsvara þessu, finnst mér. Af því ég er bara með svona báðu megin er ég einhvern veginn, já, nei, sko, auðvitað vil ég ekki, þú veist, að lífið hans kannski, er það bara einhvern veginn tilgangslust? Já, þú veist, er lífið hans það bara búið? Já, þú veist, þá mærlega, ok, þá er lífið bara svolítið tilgangslust. Fyrir þennan einstakling? Já. Veist, jú, hann alltaf tók líf, eða hún, skilur, tók líf, að þá maður svona, þetta er rosa erfitt. Þetta er rosa erfitt. Það er konið þungar pælingar. Já, en ég er alveg bara svona, ég hef alveg hugsað þetta. Ég hef alveg pælt í þessu. Ég held að ég hafi ekki, ég hafi bara ekki svar við þessu akkurat, þú veist, ég er svona báðu megin. Já, það er leðilegt. Ég held að flestir séu þar. Að ég skil alveg, eins og segir, ég skil alveg fjölskyldunins látna ef við tala um morð, sem er alltaf hrikalegt. Ég skil alveg þá hlið, en ég skil líka alveg hinn mannin, eins og þú segir, hann á líka fjölskyldu. Já. Fattur, þetta er svolítið flókið. Það er nefnilega mjög flókið. Ég var að vona að þú getur bara hjálp með að svara þessu núna. Já, þetta er leiðilegt að ég skildi ekki. Ég held þú þyrstir að fá okkur, þú veist. Afbranda sérfræðing. Ég skal tala um bróðum, hann er geðlæknir. Hann er geðlæknir? Sétt ég voru til að tala um hann. En já, mér finnst það mjög áhugavert að því svo eru aðrir sem trúa á auga fyrir auga. Já. Varstu þar? Nei. Alveg langt frá því? Já, þú veist, ég er ekki, þú veist, ég gamla dag í samböndum, þá er ég bara, ég ætla að skjóta þig og þú skýtur mig, skilur, en það var bara eitthvað allt annað. En hérna, nei, mér líður ekkert betur. Ef ykkur láta mér líða illa, þá líður mér ekkert betra þeirri mannski líða illa. Gera ekkert fyrir mig. Nei.
skilji. Þú veist, svo trúi ég bara karma sjá sitt. Þannig að þú ert ekki hlynt döðrafsíku? Nei. Ég sá áhugaverða heimildamynd. Hún heitir Into the Abyss og fjallar henni minnum heitir Into the Abyss. Fjallar 2 menn í Bandaríkjunum sem fremur morð, alveg svona hrottalt morð. Minnum að við ráðast okkar fjölskyldu eða eitthvað, brutist inn og eitthvað, alveg hrottalegt. Og það líka verið að tala við fanga og svona sem vinna eins og dauðadeildin og svona. Og það eitt sem ég hafði aldrei pælt í sem heitir döðrafsíkar. Og það fólkið sem henni ítir á takkan sem drepur fólkið. Sem að sprautan eða ramastóllin eða hvernig sem það er. Ég held að þetta ramastóllin sem hættur í dag. Það vona. En sem er svona sprautur, eitursprautur sem er notið til að taka fólk að lífi. Og það var viðtræð mann sem hafði unnið við með þetta. Og hann var svo skemmtur. Maðurinn. Trúi bara vel. Og þetta er einhvern svona hlið sem ég hafði ekki hugsað út í. Að þetta er ekki bara fórnarlambið og fjölskylda fórnarlambsins eða gerandinn. Þetta er líka mannskið þarf að... Þetta er stærra dæmi. Já. Og mér fannst mjög áhugavert að hlusta á hann tala þetta. Að þú sást bara þessi maður, hann er búin að gangi gegnum eitthvað svona hluti sem mér finnst við bara ekkert vera forritið til. Nei, just að því það þarf alltaf einhver, ít á takkan. Það er einhver sem þarf að drepa hann. Það er bara ekki, ég myndi aldrei geta þetta. Nei. Eða þú veist, nokkuð tíman einu sinni, þú mútu ekki svona ná að ræða þetta við mig. Nei. Það því ég bara ekki nei takk. Og það en ég er alveg bara svona, svo hallast ég svona alveg bara, og svona barnanýðingar og svona finnst mér alveg bara svona. Já, segjum eitt, svo eru farin út í eitthvað svoleiðis og þá er maður alveg bara svona, það er rosalega erfitt að vera með eitthvað samkennd. Já, og þú veist, og þóttu að það er skoru undan, þá myndi ekkert, þú veist, hvatirnar fara. Nei, ég held, þú veist, er ekki bara búið að sanna það, þú veist, það er alveg búið að gelda á svona menn og þeir samt. Jú, já. Það skiptir ekki máli. Og við erum komin að lítið og hókislega umræða. Hressandi svona föstudagsmál. En mér finnst þetta bara svo áhugaverð. Já, ég er alveg sammálaður. Ég er rosalega svona heimildamindaperri, sko. Ég var að tala um barnaník, við tala um þessi heimildamindaperri. Alltaf engin tenging. Nei, engin tenging. En hefur það meiri svona áhuga á eitthvað svona já, dökku eðli, svona mannlegu eðli, svona eitthvað? Já, ég hef alveg, þú veist, mér finnst oft eins og núna er þessi þættir ummerki sem er í gangi. Já, íslensku, já. Já, mér finnst ég að vanta, þú veist, ég er bara geggjaði þættir, sko, en mér finnst rosalega vanta bara, hvað sagði læknirinn hans? Af hverju gerði hann þetta? Og hvernig voru dagarnir undan? Hvernig voru dagarnir eftir? Það er alltaf bara farið í, þú veist, tala við lögguna hvað þeir voru að gera. Mér vanta meira. Þú vilt fá, hvað er þetta, haldum við þættir eða eitthvað? Já, 20 mínútur eða eitthvað. Já, og þeir eru svona fókusa mest á það ekki lögreglan að rannsaka máli. Já, bara hvernig þeir fundu út hver var gerandin eða hvernig þetta var gerst og annað. En þú vilt líka fá ég vil fá alla söguna. Gerandan og svona. Ég vil fá bara allt. Ég vil bara hvað hann gerði dagana áður og, þú veist, ég vil bara fá allt hann. Og horfður á Making a Murderer? Já. Á Netflix? Já. Hvernig fannst þér þetta? Mér fannst það mjög áhugaverðir. Er það segur eða saklaus? Það er svo erfitt. Ég er búin að rokka á milli. Já, ég er mitt líka, sko. Mér finnst þetta nefnilega bara... Þetta er sérstætt mál. En sko, ég hef rætt þetta með vinkunum að ræða þetta og við komast bara þeirra niðurstu að við varum ekki með niðurstöðu. Það er svo leiðilegt. Ég veit það. Og svo leiðilegt að maður, stundum ég vil bara fá að vita þetta. Já, ég er alveg sammálaður. Þannig að ef þú kemst að það, máttu endilega... Ef ég fyrir að rannsaka þetta sjálfur? Já, það fyrir að gera þetta eitthvað í þessi sjálfur. Ég reyndi að horfa ekki sér í 2. Sást þú hana líka? Nei, ég sá ekki. Nei, ég var að heyra að það var svolítið teikt og eitthvað. Nú, ok. Það fyrsta var mjög vel hefnið. Já, ég var ekki búin að sjá nefnilega. En svona gut feeling. Þú kláraði fyrst svona. Þó, kannski síðan sást hana. Hugsaði bara, hann gerir þetta. Eða hann er saklaus. Saklaus maður í fangilsi. Nei, sko, gut feeling var það fór alltaf á milli yfir. Þú veist, ég var allan tíman að sveigjast á milli. Og þetta er svona 50-50 líka, ég bara svona... Í þessum þætti, þá verður það um svar. Ég veit það ekki. Ég er eitthvað sem ég er að fara yfir allt og ég bara... Nei, svo var þarna... Mér fannst það þegar ég var búið með það.
vera segur. Nei, ég var bara eitthvað, hann er saklaus maður. Hann er saklaus. Svo talaði eitt félag minn, sem er amerískur. Og minna hann þekkir eitthvað fólk sem að það gerist nálægt einhverjum bæ sem að nálægt eitthvað svona. Hann var með einhverja tengingu. Og hann var bara, hver segur? Hann er 100% segur. Já, sko, þetta var bara svo ógeðslega skrítið dæmi. Allt við þetta var svo skrítið. En ég sveiflast alveg á milli í hverjum þætti bara eitthvað, já, ok, hann er segur. Já. Nei, svo bara næstu þetta nei, hann er saklaus. Já. En ég meina, eru í fangilsi, eru ekki ennþá í fangilsi? Allavega hann held ég. Já. Við þurfum ekki bara að horfa sér í 2. Já, ég held að drengurinn, hann hafi fengið eitthvað svona náðun eða eitthvað. Já, mér fannst það sorglegt dæmi. Já. Þessi ungi þarna. Já. Frændans eða eitthvað. Já. Nei, veistu, ég held hann sé saklaus. Þannig þú held hann sé saklaus? Nei, ég held hann sé segur. Þú breytir skoðun á 2 sekúnd. Þetta er svo erfitt, að þetta var svo, hvað er hérna, getur ekki talað um Dirty Dancing eða eitthvað? Ógeðslega erfiða spurningur á mér. Já, hann er saklaus. Kannski þurfum við að horfa á seríu 2. En ef við gefum okkur það, já, við þurfum að gera það. Ef við gefum okkur það sem saklaus, og hann það í fangilsi, það er ríkalegt maður. Það er eins og hann hérna, Tiger King. Ef hann er saklaus til dæmis. Horfðu þá þetta svo? Það var ekki annað hægt, það var COVID í fullum gangi, ekkert að gerast. Hvernig fannst þið þeir? Þeir voru mjög áhugaverðir. Hvað finnst þér áhugavert við það? Hárið á honum. Nei, bara allt. Þetta var allt svo klikka. Sko, í fyrsta lagi drap hún manninn sinn. Já, ég held það. Ég held það. Hey, all you cool cat and kittens. Þú veist, hún er skrítin. Já. Carol Baskin. Veistu hver er skrítnari? Núverandi maðurinnar. Já. Hver lætur klæða sig svona upp? Þú veist, taka svona myndir. Þú veist, þetta er allt skrítið. Já, þetta er allt mjög skrítið. Okkur vissum við ekki öllum tígristýrum út allt þarna? Það eru fleiri tígristýr í svona engaegna það ekki, bara í Texas, heldur bara öllum heiminum eru vilddýr eða eitthvað. Já, þetta er bara klikkun. Þetta er bara bilun. Þú veist, ég er að sjá fyrir mig að Donald Trump er bara að setja stað eitthvað stær í Flórida með tígristýrum, skilur. Þetta er bara svona klikka leið. Hann sem var að safna tígristýrum. Þetta er bara komið gott. Ég var svindla á mér, ég ætla bara að fara að fá mig tígristýr og... Já. En þetta er, og þessi kærastar hans og, þú veist, þegar hann framdi, skaut sér strákurinn. Það var rosalegt. Horfður á síðast að það var að tala við mitt stráki sem var kosningastjórinn hans. Já, hann virkaði svona þokkalega helbriður, sá gæi. Sástu síðasta viðtalið? Loka viðtalið? Já, ég er þannig kosningagæin. Já. Var hann ekki svona þokkalegur? Segir var hann skrítinn? Hann var skrítinn. En þú veist, miða við hérna. Hann alltaf var að reykja, hann var alltaf að reykja rosa mikið. Þú veist, hann var bara alltaf hæ. Þú veist, þannig hann var alveg bara... En ég er kannski að miða við hina. Já, já. Þá er það þokkalega heilbrigður. Hann var alveg, eins og það gæla sem misti hendina, hann var bara eitthvað... Mættaðinn eftir bara eitthvað... Það er harðast... Svona kísi, gott kísi. Það er harðast að manneski sem ég sé. Já, hann bara elska tígristýr og... Og tígristýr tók höndina af henni. Já, hún var bara mættaðinn eftir bara eitthvað, ég skal gefa. Nei, þú skal gefa það eins. Hún var hörð. Og þú veist, besta atriðið er náttúrulega þegar, ekkert besta, en þú veist, fyndnast fannst mér, þú veist, þegar hann var bara mættur þarna í bráðalega jakkanum, bara eins og hann væri bara að koma úr sjúkrabíl. Joe sjálfur? Já, hann var bara alltaf mættur í einhvern jakka. Já. Og svo segir hann, þetta ætlar að kosta mig. Þú veist, maður alveg, ok, hvar var þessi jakki? Þú veist,
hann bara eins og væri bara sjúkraliði bara komin hann bara slís, hlana í jökkan gera svo ekki raskat svo bara, þetta kostar mig maður hann mjög sérstök típa, hann í fangins en þá já svolítið leðiltur hana, þegar hann vildi vera frægur já, hann leð frægur, en hann bara kemst ekkert nei, nú orðin frægur í fangins hann á ennþá kærastan, unga þau nota saman já, hann átti 2 eiginmenn eiginmenn, svo dó hann dó einn annar, já hinn byrjaði bara með einhverju konu hann lagaði sér tennurnar og byrjaði með einhverju konu sem var að vinna á dýragarðinum gæðin sem alltaf bera ofan já. Í viðtölunum, mér varst hann að rústa að finna líka já, hann er bara að laga sér tennurnar og bara núna, hann var svo leiður yfir því að það var búið að laga tennurnar þegar þættirnir fóru henni fóru framleiðslu, en þeir vildi ekki taka fleiri viðtölu við hann með í tennurnar í lagi já gefa alltaf skemmtilegri mynd já, þetta var svona redneck dæmi ekkur, svona fílingur en hann ok, nú kannski mér að mismunna og hann ekki alveg þokkalega myndalegur í dag sá gæi, hann svona virkað alveg eftir að fyrsta hafstendin þá það bara alveg frábært eftir að lagaði tennunar á það jú, hann var ekkert ljótur og hann var líka komið með eitthvað svona nei nú er þetta allt smekksættri þú veist ég hugsaði þegar ég horfði á þetta ég bara, hann lítur bara heldur vel út kallinn já, hann er ekkert ljótur en ég myndi ekkert upp í hann, skiljuru nei, ég var ekki spyrja því eða ekki þannig myndalegur, skilja myndi nei, ég er ekki að segja hann var ekkert Brad Pitt nei, það var engin Brad Pitt þannig þessu það var engin Brad Pitt en mér veist þess að hann líka orðin edru já, ég held það jú, ég held það var það ekki? Jú. Í þessu reunion þætti þannig já, hann var allavega orðin pappi og sagði yfir hann hafi ekkert verið samkynhneigður já, því hann með konu í dag já, en þú veist og okkar spyrja hvort að hann verið samkynhneigður sagði nei, þú veist hann hvort hann sé bisexual eða hvað, ég veit það ekki en hann allavega var alltaf mjög, þau voru báðir mjög dópaðir drengirnir sem voru með honum já, maður sá það líka bara allir um þessum vídeouptökum sem áttu já, dópað með byssu, þetta er alltaf ávísun okkar skemmtiefni og svo tígristýr það var bara ávísun skemmtiefni öll heimsbyggðin horfði á þessu þætti það var náttúrulega að segja, þetta kom á svo geggjum tíma það var bara fyrsta bylgja við vorum öll inni, það mátti ekki gera neitt mátti alveg gera allir en þú veist, við vorum svona, það var bara og ég man að maðurinn minn var heima og hann var alltaf að baka ógeðslega mikið af því að hann bara getur ekki hann í pípar hann, þú veist, verður að vera alltaf að og hann var bara bakað ógeðslega mikið svo sátum við og hökkuðum í okkur skinkuhotn og horfðum á Tiger King draumatími sko. en hvernig fannst þið gæinn hvað hét hann sem tók við af Joe sem svona sveikan hét hann ekki líka Joe eða eitthvað aha já sittlið er þetta ekki að texta já, það er maður ekki gæinn, hann var svona rockari já, það er nýbúið að handtaka hann og kæra hann fyrir dýranýð já, einmitt hann alltaf misti garðinn það var nú ennitt hann var líka, mér fannst það furðu fuglinn hann og hann var með einhverja svaka skvísu sem kæristu vinni mig já, átti hann ekki hún var ófrísk síðan já, átti hann ekki nokkrar hann var búin að vera meðeimella á hérna í garðinu síðan, hann var búin að meðeimella nokkur hann nei, var það? ekki Sáka, hann kom aðeins setna þetta er gæði sem þetta er peningin já, ég held að Hökutoppin og það já, ég held að hann hefði áttalega bara nokkur nei, það var annar gaur það er ekki texti það var annar gaur sem að já, það var ekki Sáka nei, það var eitthvað líka weirdo þetta voru góði þættir þetta voru mjög góði þættir aðlega på það, þetta var svo skrítið en þeir svona dönsu alveg á línunni þetta sem ég spurði fóreldrum hvort þú erum að horfa á þetta og mamma hefur svo svakalega svona lágan þröskuld fyrir vitleysu og hún bara, ég get ekki svona heimsku nei, ég skil það, mamma mín er líka svona hún gæti það ekki nei, hún er bara, ég held hún ekki svona, þú veist, þau hefur ekki svona reyndið þetta nei að hún oft bara hringir í mig óttalega hvað var svona óbáslega að fyndi hjá okkur í útsendingu ég alveg, get ekki sagt þetta var það Tiger King? eða var það bara eitthvað nei, veist, ég var eitthvað hlægjum daginn já, eitthvað heimskulegt hún var akkur kveikti grannlega þegar ég var eitthvað í hlátuskasti og hún segi, og svona spyrir mig ég sagði, ég get ekki sagt þetta
get ekki sagt þér okkur ég hló svona, hún bara var eitthvað kjánalegt. Já, allt er leið. Já, hún hefur ekki húmor fyrir svona. Jú, þú veist, hún hefur alveg húmor, en svona, þú veist, þetta var sko, hún vill að ég sé dama og svona. Já, ég skilji. Ég held að sé samt, þú veist. Varst að gera eitthvað ósæmilegt í? Nei, ég aldrei svoleiðis. Ok. Nei, ég aldrei ósæmileg. Nei, það er ekki svo, þú ert alltaf dönnuð. Ég er svolítið hvatist þegar ég tala. Ok. Og þú ert búin að segja eitthvað sem ég kannski ætla ekki að segja. Og hvað sagðir mástu það? Nei, þetta var ekki einu svona eitthvað sem ég sagði. Ég man bara komin í kynningu, opnaði fyrir og komin í kynningu og ég fyrir hláturskast og Brynjar alltaf tífum bara eitthvað, já, og tala svona bara, hvað er í gangi? Og ég gat ekki sagt það því ég hló svo mikið, en þá semst bara prumpaði ég, akkur þetta leiða að koma upp, þú veist. Akkur prump svona fyndið? Ég veit það ekki, en svo var málið sko, svo bara var ég alveg, shit, það mátt lita þessu, mér fór svona svið í augun, og ég var bara, og ég gat alltaf ekki sagt það, og ég var eitthvað neginn, og ég er þannig, ef ég svo ennþá í dag, ég er mann minnst 4 ár, ég er enda þannig ef ég prumpa fyrir framannan og missi það sko, þú veist, missi svona prumpa og þú veist, það tók mig alveg árið að meira að þú veist, prumpa fyrir framannan. Það finnst mér eðlilegt, að það ekki smá tíma. Já, er það ekki? Mér finnst það. Já, og ég var alveg ég bilast ennþá á hlátri ef hann heyrir mig prumpa. En prumpar hann bara alveg, já, hikar hann ekki við að gera? Ég man, þú veist, fyrst að hann var að byrja að segja, kom hann bara, hvað, marrar í gólfinu eða eitthvað, þú veist. Það var eitthvað svona, en þú veist, allir þú alltaf auglust að var að prumpa en hann bara svona, hvað er, marrar í gólfinu? En ég var alveg bara í rosalega langan tíma, þú veist, og ég var ólétt að það, fyrsta skitt sem ég prumpaði fyrir framan hann, og þá var manna var að tala um Ómar Ragnarsson, ég veit ekki, þetta það minnistægt að ég manna var að tala um Ómar Ragnarsson. Þetta það merkilegur atburður í þínu lífi? Ég bara, það situr í mér, ég var alveg bara, oh my god. Og ég bara alltaf, og svona tók hann eftir þessu, svo bara leita hann á mig og ég veit ekki hvað þú veist, og svo hefði það komið fyrir nokkru sinum eitthvað hann hefði heyrt með prumpa, hann hefði svona, varst það prumpa? Ég hefði, nei, nei hann hefði, nú, nei, það var eitthvað skólahljómsveitin úti að lappa framjá. Hann svo náttúrulega strax í gegn það? Já, og svo var alltaf bara brandari, þú veist svo eru vinar að vita þessu líka, þeir bara, hefur skólahljómsveitin eitthvað komið þetta aftur? Ég bara, þeir eru stundum eitthvað, svo var ég búin að segja, þú veist, var svo gæsur út á túnni og hann svo skotuði maður og hann bara prumpa og hann alveg hvað, varst það prumpa? Nei, gæsirnar hann alveg varstu mín, þetta er ekki gæsir þannig það var svo langur tími sem það var eitthvað svona skrítið, óþægilega. Já, og sem ég á bara eitthvað, oh my god, þú veit svo í dag alltaf bara, þú veist, hann er búin að horfa með fæðabann. Já, ég hugsa hann hönd alveg prumpi, sko. Já, og hún finnst alveg... Finnst hún bara krútlegt? Ég veit ekki hvað krútlegt, en hún finnst þetta alveg fyndið, sko, eða svona... Af hverju finnst maður þetta svo fyndið? Ég veit það ekki. Ég á vinkonu sem er, þú veist, fullorðin, og hún pantaði prumputæki af Amazon. Og, sko... Þetta prumputæki? Já, þetta er bara svona lítið apparat með fjastringu og svo... sko vorum að vinna á sama stað sama húsi og hún átti til að fela svona tækið inn á baðherbyggi, það var svona samhælt baðherbyggi, þetta var svona stórt hús með mörgum fyrirtækjum og hún átti til að fela tækið inn á baðherbyggi og svo fór ykkur inn og þá var hún bara á takkanum og þá bara heyrist alltaf þú veist, út af baðherbygginu og var hún bara í kastiða? Já, við allir hún sjálf með þess að gengur miðbæinn með manni með apparat í töskunni og ítur á takkan og maður bara, þú veist alveg að það haldi alveg að þú sitt að prumpa hún alveg, ég veit að það er en við veist að það fyndi já, þetta er ógslag magna því að krökk veist að fyndi en svo þetta var líka alveg gamall finnst þetta alveg ennþá fyndi ég syndi þetta bara að fyndi, skilja, þú veist eins og þetta ég rek við hérna bara leið og beddin fyrir upp og þá bara missi ég og ég bara oh my god, og svo var ég alltaf, hvenær tekur hann eftir þessu hvenær læðist þetta lífið til hans þú veist en ef þú til þess prumpa núna enninni þetta er alveg lítið herbyggi, skilur já þetta er ekkert vandræðalegt jú að þið vil ekki að þekkist það væri óþægilegt þá yrði ég færi örglega hláturskast ég fer sko, þú veist
ef ég að horfa hrollvekjur þá bara hlæ ég eitthvað svona skeri aðri þá bara bilast ég á hlátri. En verður mjög hrædd það? Nei, jú, ég held þetta sé hræðslan, skilur við. Og það svona paniklátur? Já, þú veist, ég bara eins og ég man ekki hvað mynd ég fór á í bíó. Það var eitthvað svona hrollvekja. Annabelle. Ok. Og ég bara skelli hló. Í bíónu? Og vinkonum mér alveg, nennu að hætta þessu. En hvernig hlærið bara venjulega sem til hlæja grimmið? Eða ertu eitthvað svona Nei, ég hlæja svo ég sé bara sé eitthvað ógeðslega fyndið. Og þú ert það óþólandi í bíó? Óþólandi, þú veist, ég er bara gjörsamlega óþólandi. Þannig ég er ekki hrædd. Þú veist, í myndinni er ég bara já, ok, nú fyrir þetta að gera þarna. En hvað er þetta ekki? Exorcism? Exorcism of Emily Rose? Já, það líka. Og fannst þér bara fyndin? Ég bara skelli hló. En þú horfður á stöðast hryllismyndir heima? Horfður eitthvað á heima með kallinum? Við höfum ekki horft á heim, nei, ekki við saman, nei. Er hann ekki trefn hryllismyndir? Jú, ég veit það bara ekki. Við bara höfum ekki... Þið bara ræðið ekkert svona hluti heima? Nei, við höfum bara ekkert eins og lagt í það einhvern veginn að horfa hryllismynd. Það ekki? Nei, en við oftast erum önnur vika. Það er svona bíómyndavika. Því þá kemur eldri stelpan okkar til okkar. Ok. Ég fekk hann í bónus þegar við byrjum saman. Ok. Hvað er hún gömul? 11 ára. Hún er 11 ára? Já. Ok. Hún er bara dóttir mín. Við erum búin og þá er svona bíómynda. Við tókum fyrir daginn erum búin að taka fyrir Hunger Games. Hún hefði aldrei séð það. Ok. Og þau horfður rosa mikið á eins og Lord of the Rings. Ég er rosa lítið hrifin af því. Fílar ekki svona fantasy-dót? Álfa og eitthvað? Nei, jú, Harry Potter. Ok. Það er svo fínt. Ok. Og ég man ég horfði á Avatar þegar það kom mjög ástæðan geggjuð. Ok. En þú veist, það fannst öllum held ég hún geggjuð. Já, mörgum allavega. Það var tekjast að mynd í 10 ár. En hún var líka bara mörg ára hvernig hann búin að til og eitthvað. Og svo kom það að vera með 3D, það var geðveikt. Já, þú veist, þannig að hún kemur svo núna eru að fara að taka fyrir, hún er að koma í dag. Já. Og þá tökum við fyrir, þetta maður taka fyrir Twilight myndirnar. Hún er aldrei séðar og hún er alveg bara, hún hún horfður á allt. Ertu búin að sjá það allar? Nei, nefnilega ekki. Ég sá fyrstu. Fannst þú góða? Hún var bara svona, þetta er svona ekta krakkamynd. Skilur þið? Þú veist, hún skilur ekkert eftir sig. Nei. Ég get ekki að horfa á Shawshank Redemption, þú ert ekki bara svona, vá, það er ekki mynd. Þú veist, en þú ert alveg bara, já, ok. Þú myndist ekki setja Twilight við hliðin á Shawshank? Nei. Aldrei. Þú veist, en þetta er skemmtilegt, mjög skaman, hún horfður allt með mér. Þú veist, bara elskar hún bíómyndir? Já. Og hún líka bara svona kúrudýr sem bara elskar eitthvað, hún, krakkinn alltaf mann að horfa Flass, þættina. Held ég alla seríu 3 eða eitthvað. Og fílar hún Overture? Já. Ok. Hún les endalaust Harry Potter og hún sér bara Harry Potter í kvöld, ok, það er miðvikudagskvöld og hún er klukkan 11, þú ert ekki að fara að horfa á hana. Já, ég skilji. Hvort þau búin að sjá hana 5 sinnum? Hún er alveg æst í þetta. Já, hún er bara... En þegar þið sýnið henni nýja myndir, er hún alveg með fókus? Já, eins og Hunger Games. Hún var alveg bara... Fannst það geðveikt? Já. Mér var, þannig að fyrstu 2 eru alveg svona góðar. Þær eru ekki geðar? Síðast, hinna 2 eru... Glata. Já, glata. Ég var rómali, en hún sagði það sjálf, mér fannst þessi 1 og 2 bara rosa góð, en mér fannst 3 og 4 ekki eins skemmtileg, það er alveg rétt hjá þér. Það er ekki nærið eins góða myndir. En hún er nefnilega, hún er my person, þegar ég fyrir í eitthvað svona, daginn bara, að því mín allra besta uppáhalds bíómynd er Dirty Dancing. Er það uppáhalds bíómyndi? Og það er bara ekkert sem mun toppa það eða breyta því. Það er líka góð mynd. Það er bara geggjumynd. Ég fór eins og í spurningaþáttina Hemma Gunn þegar hann var með þann fyrir 8 ára síðan eða eitthvað. Og ég manni kefti á móti Tinnumærinu og áttum að velja upp sikur í bíómyndina. Og ég vann Nótt fyrir 2 á hóteli. Veitu hvernig var keppnin? Þá fyrst byrja nokkur spurninga. Var að spyrja bara út í... Já, fyrst byrja bara almenna spurninga. Þessi við keftum móti krannari. Ok. Bíómyndspurningar? Nei,
bara, já, bara alls konar. Og svo vann ég þá umferð. Þá fór hann að spurja mig út í Dirty Dancing. Og svo gæti maður farið svona, og gæti komin hingað, og þú ert maður að vinna þér í þetta. Viltu að hætta? Svo gæti ég fara áfram unnið þá kannski aðeins meira. Þannig að... Vannstu mest? Já. Vel gert. Já, með Dirty Dancing, þannig að ég... Af hverju hún uppáhaldsmyndin? Hvað er að vera það er bara, ég ætla að byrja að horfa á hana bara því ég var rosalega lítil. 5 ára eða eitthvað með þegar hún kom. Hvað, ert þú 83? Já. Þannig að það er bara eitthvað með Patrick Swayze, dansinn, tónlistin. Ég kann utan að sko. Og ég var svo geðveikt ána þegar ég syngdi eldri stelpunni, ég bara ætla að sína uppáhaldsmyndina mína og hún bara eftir að, oh my god mamma, við verðum að horfa þessu aftur. Já, hún fílaði hana? Já, ekki máli elskan. En þú veist, ég líka vort með hennar burlesk, þú veist, Kristín Aguilera myndina. Já. Og hún alveg, við verðum að sjá þessu aftur, ég alveg. Það er svona dans og söngur og... Já, þess að ég get allir farið þar með hann og svo getur hún farið í það að verja að horfa á Hobbitan og eitthvað. Já, hún er með svona breiðan smekk. Rosalega breiðan smekk, sko. Og Star Wars, hún elskar Star Wars. Hún og pappinar eru í því. En þetta verður þá bara hardcore kvikmynda áhuga maður þegar hún verður eldri? Já, hún er alveg snillingur. Það er ekki ekki. Ég vona að batið mitt verður svona. Strákurinn minn. Já, ég er bara, þetta er strákur? Já, þetta er strákur. Ég ætla að ala hann upp sem bara kvikmyndanörd. Sko pappinar, hann hefur bara lyftinni svolítið að horfa bara síðan hún lítil. Hann var ekkert endilega að fara alltaf eftir aldrinum, stundum þegar við vorum að byrja saman, ég þetta er kannski aðeins. Og veitum, var hann að sýninu þá kannski ógeðslega myndir? Ekki ógeðslega myndir, en svona myndir sem að, þú veist, börn ættu kannski ekki voru ekki, þú veist, viðmiði var ekki, en aldrei ógeðslega myndir. Ekki eitthvað Freddy Krueger myndir eitthvað svona? Nei, hann var að sýna svona ævintýra myndir og svona sem kannski var ekki... Já, ég skilji. Var kannski 12+ eða eitthvað. Men ég var bara eitthvað, vill hann bara ekki sjá pappispjasa, þú veist, en hann bara, nei, hún er vinna að horfa á þetta, við horfum á þetta saman. Ok. En hún er bara, hún hefur áhuga á öllum bíómyndum. Mér finnst það geðveikt. Veist, hún sest alveg niður og horfa á Bold and Beautiful, skilurðu, með mér. Er það ennþá í gangi það? Látt ekki svo vitir það ekki. Nei, er það ennþá í gangi? Já. Nei. Og þú getur alveg hoppað inn núna og það vortu alveg nákvæmlega sama stað og þú hættir að horfa á hann. Ég held þessi góður, sko. Já, ok. Þú veist, þetta er bara, það gerist ekkert. Nei. Það gerist ekki neitt, sko, já, þetta er alltaf það sama. En ég meina, er hún ekki með eitthvað svona preference? Þú veist, hefur hún ekki meira áhuga á Hunger Games eða Dirty Dancing heldur en Bold and Beautiful? Eða er bara nóg fyrir að þessi kveikt á sjónvarpinu? Nei, það er alveg hún, sko, hún fer í flass, eiginlega alltaf, fer í flass og eitthvað svona anime myndi núna, þætti, sem er á Netflix. Já, hún er alveg í því líka? Já, hún er líka teikna anime og svona, þú veist, alveg... Er þetta svona nörda, stelpaða? Já, hún er svo listræn og flott. Þú veist, að hún er bara, hún getur setið þarna og er bara teikna. Þú veist, þannig að... Það lýsa mér bara. Já, og hún ég var svona. Ég var alltaf að teikna á svona, ég var yngri. Skrifa. Þú veit alveg að taka viðtölu hana, því hún veit alveg hellingubíómyndir, sko. Ég ætla að fá hana. En hún er bara, þú veist, hún er engin íþróttamanniska og það er bara allt í lagi. Þú veist. Það er bara ekkert að því. Nei, við erum bara eitthvað, já, bara æðislega, hún er bara, ég er alltaf að segja, þú er bara þú þarft ekki að finna út núna hvað ætlar að gera í framtíðinni, en ég ætla að hvetja til þess að gera eitthvað sem tengist hæfileikunum, sem er skemmtilegt. Og eitthvað sem þú vill gera. Já. Þannig að þú ert alveg það sem er börnin, 82. Já, svo og ég 2 háls. Já, 11 ára og svo 2 háls. Já. Ert þú alveg þar? Er það stelpa? Já. Að alveg sama hvað vilja gera í framtíðinni, myndu alltaf stiðar? Já. Svona, þú veist, skynsilega marka, skilja. Það er löglegt og eitthvað. Já, þú veist, ég myndi aldrei íta þeim í eitthvað. Nei, þú ert ekki það? Sem er eitthvað, þú veist, þeim algjörlega þvert. Þannig að þú til þess að vera áhuga á fótbolta, en það myndi ekki á neitt áhuga, myndur þú reyna svona? Nei, sko, ég meina, eldri stelpan, hún fór á æði fótbolta. Allt er lagið, þú veist. Pappa náttúrulega dreymir kannski svolítið að eiga fótboltakall sjálfur.
og í svona emmi sem að væntinga til þessari yngri þar sem hún hefur verið bara með bolta í höndunum síðan og bara gat haldið á bolta. Ok, það er von þar. Já, okay. En svo vildi hinn hún vildi ekki, langaði ekki og svo nú langar hann að prófa handbolta. Ok, má prófa handbolta, ekkert mál. Þú veist, en frekar að vinna með styrkleikana. Þú veist, maður bara hveti börnin sín til að vinna með styrkleikana. Já, mér finnst það bara svo skrítið því ég hef alveg séð það sem fóreldrum. Þetta svo ef ég fíla bíómyndir. Það var alveg gaman ef að strákurinn minn myndi fíla bíómyndir. En ef ekki, og hann elskar fótbolta eða bíla eða eitthvað í staðinn, það bara frábært. En það alveg til fóreldrar sem alveg bara eitthvað, þú verður að hafa fótbolta, þú verður að, það er svo skrítið. Já, við erum bara með stelpunar okkar, Þessi yngri náttúrulega hún svona sem ég vargur. Ég er búin að tala í 110 mínútur. Já, klukkan 12 mínútur yfir 11. Ha? Er það ekki að djóka í mér? En þú ert að fara, ok, við höfum alveg smá tíma það ekki? Já. Ok, sorry, fyrir ég ætla ekki að trufla þig. Nei, við erum alltaf vinnu bara, ég allan og við erum bæði, ég og maður minn þarf við bara að vinna með styrkleikana barnana. En ég ætla aldrei að eignast börn, ég ætla aldrei að Var það alveg meðvitað hjá þér að þú bara ætla Já, ég ætla aldrei ég ætla við mamma 35 ára, og það var ekkert ég ætla bara svona eins og einhyrningur að núti, en í dag samt þetta orðið algengra að konu sé aðeins eldri. Já, það er bara ekkert rosalega marga sem núti sem komin 30 sem eigi ekki börn. Nei, ég skil þig. En ég bara tók það bara ákvörðin, ég ætla ekki eignast börn. Og var ekkert svona þörf bara eitthvað fyrir að vilja eignast börn, eða varst bara búin að ákvörða? Nei, mér var spörn æðisleg. Ég hafði bara ekkert hugsað mér að hafa með heima á mér. Þú veist, það var bara svona eitthvað, já, börn er yndislega, en þú veist, þú þurfa ekki að hafa það heima á mér. En þú veist, og svo kynnist ég manninu mínum og hann á þessa stelpu fyrir og hún byrja bara alveg strax, þú veist, hún bara segir við hann, bara fyrst skipt sem ég hitt hann, þá heyri ég hún segja pappa sem bara, er þetta nýja mamma mín? Og hann bara, heyrðu, slaka hann og bara, vil ekki bara tala hans við hana? Þú veist, þá var hún 7 ára. Já, þegar þú kynnist henni? Já, þú veist, en svo byrjaði hún alveg bara strax að kalla mig mömmu. Og hvernig tilfinning var það? Það var svolítið skrítið. Þú veist, ég þurfti alveg svona, en ég hugsa alltaf bara, ok, þú veist, hún velur þetta. Þú veist, ég það bara aðlagast. Og það er betra að ég aðlagast heldur en hún, ég leyfi henni bara að ráða þessu. Svo í dag náttúrulega bara, er þetta bara fullkomlega eðlilegt fyrir mér. Þú veist, að svo verði ég ólétt, sem var ekki planað. Alveg? Já. Sjokk? Já, Jesus. Bara, ég var svo reið við manni minn. Er það tóð til? Já, það var bara svo var ég bara var ég fara að senda tölvupóst á það sem voru með þetta app sem ég var að fylgja. Bara þetta var það var save time. Það fjandast app bara klikkaði. Það er appinu að kenna. Já, þú veist, svo jafnaði ég mig. Já. En í dag, þú veist, þetta er bara besta sem ég komið fyrir mig að vera mamma, En það væri að spyrja, því að þú varst bara svona ákvað að eignast ekki börn. Svo væri rólegt og það er sjokk. En svo meðgangan. Já. Gekk hún við, hvað var að fara ekki um hausuna þar? Bara alls konar. Já, í 18 vikur var ég að hugsaði annars slagi bara, er á seint að hætta við. Að því ég eldi bara stanslist. Og ég var bara með stanslist, bara ógleði og ógeð, þú veist. Svo eftir 18 viku, þá var það bara fínt, Og þegar það var búið? Já, bara, þú veist. Fannstu alveg fyrir þú varst mjög spennt? Já, leið og ég vissi einhvern veginn, það verið stelpa. Þá einhvern veginn náði ég að tengja. Já, það? Þegar ég einhvern veginn, það skipti, þá gæti ég verið bara svona, ok, þetta er dóttir mín, þú veist, þá kom tengingin, þá er ég bara svona, já, ok, ég er bara að fá litla stelpi í fangið og, þú veist, þá fannst mér að breytast og þá var ég bara ógeðslega spennt og svo var náttúrulega bara, þú veist, komin vikunum við 40 og ég var bara dröllaður út. Klárum þetta. Já, svo bara fættist hún og mælirðu með þessu? Eignast barn? Já, klárlega. Þú veist, en ég skil ótrúlega vel að fólk vil ekki eignast börn.
En það ekkert að því. Nei, eins og ég hef oft sagt, líf mitt var alveg frábært áður en ég eignaðist börn, en líf mitt líka alveg ennþá frábæra finnst mér í dag eftir eignast börn. Já, ég verið svona báðmáttum, því ég svona freka gamall, finnst mér, að ég eignast mitt fyrsta barn, ég 37 ára. Og það var í langa tíma sem ég var bara svona, ég veit ekki alveg hvort ég vil eignast börn. Ég var svona 50-50 einhvern. Kærist mér alveg hörða því eignast barn. Hún er 8 árum yngri en ég. Þú ert barnar en ekki. Ég var líka svona, ég að segja Erna, hún sé 8 árum yngri en ég. Og hún var alveg hörða því að vera eignast barn. Og ég alveg til það, skiljum. Svo bara verður hún ófrís, þannig að það er ekki óvart, það er ekki slys. Það er planað. Og ég finn það bara einhvern veginn að ég var mjög spenntur, sem er alltaf frábært. Og hún alltaf alveg bara, hún er bara að græja bara allt heima og hún vil bara komi bara eftirlíku við. Það er bara hreiðugjörðin fyrir að stað. Algjörlega, sem er mjög skemmtilegt. En ég hugsaði líka, minnst ekki það því að fólk vil ekki eignast börn. Bara ekki neitt að því. En það kom smá svona í mig, að því að ég veit ekkert hvað fara að gerast þegar ég drefst. Skilur. Kannski er þetta er kannski bara mitt líf og svo erum við búið. Ég trúi samt að gerist eitthvað meira. En ef ekki, þá langar mér samt ekki að fara ekki um allt lífið án þess að prófa þetta. Eignast barn. Veistu það, ég er akkurat þarna. Það var akkurat, ég hugsaði bara, að ég hafði alltaf sagt bara, ef það kemur fyrir mig ég var ólétt, þá ætla ég bara að fá keisara. Þá glimti ég ætla bara eitthvað að reyna þetta og eitthvað. En svo þú veist, orðin ólétt, bara að koma að þessu, þá var ég alveg, nei, mér langar að vita what the fuss is about hérna. Hvað er málið? Hvernig, þú veist, og ég var alltaf bara mænudeyfingu við fyrsta verk og eitthvað. Ég fór í gegnum fæðinguna engin deyfing. Þú veist, og bara... Hvernig var það? Þetta er ekki gott. Þetta er alls ekki gott. Dattaði. Nei, en þú veist, en rauninni var ég heppin, fæðingi mín bara gekk rosalega vel. Frábært. Þú veist, það var bara, ég er alveg sammála mömmu minni, hún sagði alltaf, ég er frekar til að fæða 9 sinnum heldur en að ganga barn í 9 mánuði. Og ég er alveg þar, sko. Já, ég skilji. Þú veist, að því að fæðingin tók bara hjá mér ykkur 5 tíma og svo var þetta bara, var ég bara komið með krakkan, skiluru. Þú veist, ég var alveg heppin. Þetta er eftir sumar. Já, þú veist, ég gerði það sem ég átt að gera, ég var bara að fara að læra haföndun og þú veist, og það kom mér basically gegnum fannst mér fæðinguna, bara fara í hérna, þú veist, það er meðgöngujóga og það er læra haföndun. Haföndun? Já. Hvað? Heitir þetta haföndun? Já, heyrðu ekki, ég er eins og hafið. Heyrðu það ekki? Heyrðu ekki, ég er eins og hafið. Jú, ég er samt heyrðu það smá núna. Og hjálpaði það þér í gegnum? Já, þú veist, þetta var alltaf bara að drega maður bara djúpt andan og bara gera þessa öndun. En þannig að þú lokið var þetta bara þú veist, þetta var ekki eitthvað fallegt haföndun, skilur þú lokin. En var þessi í bíómyndunum? Nei. Þetta er ekkert eins og í bíómyndunum, þú veist, ég er bara reynda krakki mínum og svo löng, ég held að hann aldrei hætti að koma út, en ég var alveg, hvað er í gangi hérna? Og líka, það sem er, þú veist, konur þurfa að vita, sem er að eignast sín fyrstu börn, þegar hausinu komin út, þá er þetta ekkert búið. Það er bara langt í frá þá að vera þetta ekki búið. Þú veist, ég er bara hausinu komin út, og bara, ok, núna þetta koma restin út, ég var alveg, hæ? Og ég held að þetta myndi bara svona slæta út restin. Já. Af því að hausinn væri búin að gera farveg. Já, ég er svo vonast til þess. Já, nei. Er það bara óskhyggja hjá mér? Já, þú veist, þetta bara, það er ekki búið. Er það síðan 2-3 tímar eftir bara? Nei, það er ekki svo langur, en þú þarft að rempast aftur eitthvað svona. Til þess að klára það? Já. Svo æðislegt og byrja ekki að brjóst og þá er eins og sett aftur að fá hríðar. Og þá er einhvern veginn legið að draga sig, ég bara, what the freaking, og fólk gerir þetta bara aftur. Já, þetta er svo systir mín, bara því að það er leiðilegt að segja frá því, en hún, ok, það er ekki leiðilegt að segja frá hún á 3 heilbrigð börn. Það var ömurlegt. Nei, þau eru æðisleg, en meðgöngunni henni gekk mitt bara frekar illa í öll skiptin. Já. Hún var bara mjög veik og þetta var bara svolítið erfitt. En samt. Gerum þetta aftur. Já, það segir manni bara, þú veist, þetta hlýtur að vera eitthvað magnað. Þú veist, ég verði að testa þetta.
þá ég ekki að tala að ég þurfa að testa það að fæða barn. En það hefur svolítið erfitt fyrir líka. Það ekki hægt. Ekki hægt. En við sleppum svo billega frá þessu kallir. Já, en veistu það að ég skil alveg þegar að vera að tala þið eru rosalega vannmáttir. Já, mitt. Í fæðingar, fæðingarstofunni líka. Maðurinn minn bara gerði allt sem hann átti að gera, sko. Og ég einu sinni mamma mér var viðstödd líka. Sem alltaf lengur verið COVID. Og ég man á einhverjum tímapunkti þegar ég var hjekka okkur jókabolta og var ég bara svona og eitthvað ógeðslega lykt þetta og ég bara, ég búin að skýta út allt? Þau alveg, nei, láttu ekki svona, verði ekki eitthvað, hvað er þetta pælið? Ég bara, nei, ég bara búin að drulla út allt hérna? Þau alveg, hvað er að ég? Láttu ekki, verði ekki að pæla í þessu og eitthvað, ég bara, ok, ég er greinlega búin að drulla út allt, þau er ekki að segja nei og ég bara svo ógeðslega lykt hérna, þau alveg, nei, hvað er þetta og eitthvað? Svo bara pæli ekkert meir í því, fæði bara krakkan og eitthvað. Svo daginn eftir, þá kemur kemur stóra systir að sjá, litlu systir, og maðurinn minn að brjóta eitthvað súkkulaði í skála. Og ég bara, ok, þetta er lyktin sem ég fann í nótt. Þessi ógeðslega lykt ég var maður að skýta út allt. Hann alveg, þá var þetta eitthvað myntusúkkulaði. Mamma mín hefði ekki með myntusúkkulaði og var að bjóða ljósmaðurunum upp á myntusúkkulaði og ég bara... Þú var meðan að fæðingarstofu það? Ég ætla var bara, maður var bara svona að koma sér, þetta gerist ekki bam, 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 þú ætla bara situr bara með hríðar eða liggur eða whatever. En þá var hún að bjóða bara svona huggulega sem mamma býður upp á súkkulaði þarna. Bara almennileg? Og maðurinn minn alveg, mér þykir þú nú nokkuð ánægð með þig að þú heldur það svona lykt sé af kúknuðinum, eitthvað myndulykt, ég bara í ferlinu, það var ekkert eitthvað myndulykt, þetta var bara ógeðslega skítafíla. En þannig að það er ekki allt í rugli hjá konu sem er... Allt í rugli, ég þakkaði víst mömmu fyrir að fæða okkur systkinin. Ég svo var þetta svona vont hjá þér líka? Hún alveg, já, í öll skiptin, hún alveg, já, ég alveg, út hetja. Hvað er þið mörg systkinin? 3. Þannig að hún gerði það 3 ár? Já. Getur hugsað að gera það aftur? Já. Haldið því? Já, ég var... Það er magna. Getur alveg hugsað að gera það aftur, sko, en þú veist, sko, hefur þið spurt mig fyrir mánuði síðan, þá hefði ég sagt nei. Ok. Ég meina 2 háls. Já, erfiður aldur. Já. Þú veist, hún er vargur, sko. Já. Hún sagði til mig í gær, ég sagði, hún var ekki að tala svo hræddu snjóin, ég sagði, en snjórin, hann er svo skemmtilegur. Já, hann er skemmtilegur. Ekki mamma. Sama. Er mamma ekki skemmtileg? Nei. Það er engin filter á krökkum. Engin. Það var bara, nei. Og fórst að hlæja? Já, ég sagði, erum ekki vinkonur? Jú. En þú ert bara ekki skemmtileg? Ég er bara ekki skemmtileg. Það er ógeðslega að fyndi svo. Já, hún bara eitthvað, þú veist, ég sagði, já, ok, herru, svo fyrir við hérna og pappin okkar sagði, já, fyrir við hérna, ætlum að gera svo þetta eftir. Spennandi. Pínu lítil, spennandi. En er hún meiri svona pappastelpa? Nei, hún er okkar, sko. En þú veist, ég heyri mamma 3000 sinnum á dag, sko. Bara eins og allar annað mömmur, að heyra bara stanslist, þú veist, þú ert að fara að sofna og það er bara, inn í hausnum með bara, mamma, mamma. En, þú veist, og þegar hún tekur sér til að bara, nei, bara pappi, þá er ég alveg, já, geggjað, gleym pappa. Já, en hún er alveg með mús, sko. Ég er spenntur fyrir þessu, en auðvitað veit ég þetta er mikil vinn og allt það. Ég vonast að ég fái gott eintak. Já, veistu það, hérna... Sem sefur, væli lítið. Já, ég myndi að hafa bara allar, hérna, svona, þú veist, væntingar í svona lágmarki og það sem kemur, ef það er gott, þá er það bara geggja surprise. Á ég búast við bara einhverju hræðilu. Nei, en þú veist, þetta er náttúrulega, þú ert ekki að fara að sofa næstu ári. Næstu 18 ári. Þú veist. En ég meina, dóttir mín tók sér til 3 mánaða og tók út næturgjöfuna sína sjálf. Þú veist. Hvað með það? Þú veist, þá var ég ekki að vakna á nóttinni. Var hann ekki að vakna á nóttinni þess að fá að drekka. Hann við sváum bara á nóttina. Lúxus. En hún svaf ekkert yfir daginn. Og var hann villust á það? Nei, hún bara tók svona pínu litla lúra. Það er þannig að, þú veist, ég á vídeo mér þar sem ég er að
láta vatn renna inn á baði, reyna fyrir sturtu með hana, þú veist, vögguna einhvern veginn svona automatic svona ruggi, þú veist, ég var bara eitthvað, og ég var alveg að pæla í tímbili að ég ekki bara sækja, þú veist, fá eitthvað svona risa víbrator og setja bara undir dínuna, þú veist, bara svo hafa eitthvað hristing svo hún sofi eitthvað. Þú veist, það góð laust, örgulega. Já, ég bara einhvern veginn, svo... Kunnur ekki við það? Jú, ég hefði alveg gert það, en ég bara einhvern veginn komst aldrei í það. Hefur þú gert það? Ég hefði alveg gert það. Hefur þú gert það? En þú veist, það var bara komst aldrei í það, einhvern veginn. Nei. Þannig að... Það er gaman að þessu. Þetta er æði. Þetta er í alveg æðislega. Það er ógeðslega gaman að vera foreldri. Ég trúi því. Þú veist, ég minna, dóttir mín, ég segi við hana, hver er sætust? Það kemur alltaf sama svarið. Pabbi. Er það? Já. Svo horfður hún á mig en daginn og segi, ég er ekki pabbi sinn. Ég bara, nei, það var enginn að tanna það að þú er pabbi minn. Þú ert ekki pabbi neins. Nei. Stundur sem ekki ruglkraksi. Já. Ég er ekki pabbi sinn. Nei. En áður en þú eignaðist börnu þín. Já. Og þú varst alveg ballus. Þú sagði að þetta er börn alveg skemmtilega. Já. Þú gast alveg að hangi með þeim og fannst þetta. Já, ég, þú veist, eldri bróðar minn, elsti bróðar minn, hann á 4 börn. 4 stelpur. 4 stelpur? Já. Allt með sömu konunni. Þetta er svo fyndið hvernig það skiptist einhvern veginn. Þau fá bara 4 stelpur. Já, hinn bróðar minn á 2 börn, bæði strákar. Einmitt. Þannig að þú veist hvað ég segja. Þeir sem gera vel og lengi, þeir eignast drengi. Þannig að vel gert hafti. Ég ætla að segja kæristum minni þetta. Já. Já, ok, er það sem þú sagt? Já. En við stelpur? Þá ertu bara ekki gera lengi og ekki vel. Út í hvað erum við komin þetta? Ég veit ekki að þú getur tala um bíómyndir. Það er bara svo gaman. Ok, förum aðeins í bíómyndir. Já. Áðan ég sleppi þér. Að ég veit þú ert að fara á fund á eftir. Þú ert með Dirty Dancing. Já. Hvað er með eitthvað aðra? Eitthvað annars þú fílar? Jókerinn. Síðastu. Hún ætla var bara... Þessar nýjustu? Já. Hvað fannst þér svona gott við hana? Bara allt. Mér fannst sko bara frá tónlistin upp í leikinn, það var bara klikkuð mynd. Brjálu tónlist? Já, en hún kom líka svo óvart. Áttur þú von á svona ofuritsmynd? Nei. Hvernig kom það á ofuritsmynd? Bara að hann var miklu betur en þú helst? Já, miklu betri. Af því ég veist bara Jókerinn, ég veit það ekki, þú veist. Síðast ég sá Jókerinn, það var eitthvað Suicide Squad og það var ekkert eitthvað svona... Það var ræðið. Já, akkurat. En Heath Ledger, hann var góður? Já, hann var alltaf klikkað góður. Hann var bara góður leikari. Þetta gæti leikið hvað sem er og var góður. Og Joaquin Phoenix er líka eins fyrst mér. Já. Þessu góður leikari? Já. En ég sko, hann er mjög góður leikari. Þetta er líka svona method acting. Þú veist, þeir fara alveg inn í þetta. Það er svona svolítið klikkaðir. Já. En hún kom svo út að ég kannski átti ekki vona á neinu. Að því ég hafði bara hort með þetta Suicide Squad síðast með Jókernum og ég var alveg... Þannig að væntingarna voru alveg í lágmarki. Já. Það er besta árið þannig. Já. Svo er mynd sem heitir Leon sem var með og ég er ekki að tala svona Lion, fyrir ekki. Með... er þetta? Með drengnum sem var leita... Er þetta þannig sömu mynd og Erna talaði Talaði hún hana? Já. Hún sagði, við djókum með þetta, hún sagði Leon, en segir maður ekki Lion? Jú, Lion. Jú. Leon er alltaf allt önnu mynd. Það er allt önnu mynd. Sem ég man ekki hvenær það var sem ég horfði á hana. Nei, það er auðvitað svolítið síðan að hún er svolítið gömul. Já, ég er ekki síðan að leikara heil lengi. Nei, hann leikur orðið svolítið gaman. Já. Ok, Lion. Ég verði að fara að horfa á þessu mynd. Já, ertu ekki búin að sjá hana? Ég er ekki búin að sjá hana. En er þetta ekki eitthvað í Indlandi? Nei, jú, hann er frá Indlandi. Sko, svo er hann, þú veist, tekinn og hann er ætluður yfir til Ástralíu. Svo fer hann að leita uppruna síns. Og í gegnum myndunum alltaf svolítið að maður fá að heyra ferli, að sjá að fylgjast með ferlinu frá því hann var lítill, hvað hann er að upplifa. En ég fannst hann mjög góð. En ég fór á hana og ég var að fara að stefnumót. Og held ég bara, hvað þú veist, fyrsta stefnumót með ykkurum. Á þessu mynd? Já. Og í grunninn var stefnumóti ömurlegt. Ok. Þú veist, og ég man að myndi var svo geggja góð.
þú veist, að Þú varst með blendna tilfinninga þá, myndin góð, setjum á því leðilega. Já, ég man að hann var eitthvað átti ekki pening eða eitthvað, mann ekki hvernig það var. Jú, hann fer og spyr hvort ég vilja eitthvað í sjoppinni og ég bara eitthvað, já, ég var til að fá þetta eitthvað, þú veist. Og hann já, ertu með seðla? Og ég bara, já, ekkert mál, þú veist, leta hann fá pening. Og hann segir sko í löfminni bíða bara, ég vona að ég nú heimabankunum eitthvað fyrir miða. Ég bara, frábært, ok, þessi típa, allt í lagi, ég er ekki verið að bjóða honum með bíó. Fyrir mig? Hann bauð mér í bíó, spyrir hvort ég heldur komið í bíó, hann svo fyrir við þessa mynd, og þú veist, og hann eitthvað, já, ertu með söl? Ég bara, já, ég leta hann fækast penning. Já. Og hann kaupar sem ég bauðum, kemur ekki með klinki, en kemur sjálfur með súkkulaðstykki. Þannig að hann keypti sér eitthvað súkkulaðstykki fyrir afganginn minn. Þetta er ógeðslega. Og svo eftir ég skutla hann heim. Nei. Og ég bara, hann bara, já, takk fyrir kvöldi, ég já, bless. Ég bara... Ekki þú hringi mig, ég hringi þig. Mér finnst svona finnar deitsögur. Ég er mjög heppin, ég hef ekki lent í eitthvað svona hræðilegu. En ég heyrði eins að hún stelpa sem sagði frá því, hún fór að deit með gæja. Svona svipuð típa. Reyndar hann var mjög nískur sá gæji. Alveg bara svakana nískur. Svo fóruð við okkur stað, mér að fara bara svona lokal eða eitthvað. Ja. Það var eitthvað svona hádeismatur eða eitthvað. Og hann borðað sitt salat. Svo hún eitthvað svona rest eftir. Og hann spyr hann lokin á hann að fara heim. Ætlar þú að klára þetta? Og tekur með sér hennar. Æ, nei. Ok. Þannig ég var að pæla, var það sami gæi? Kannski. Ég veit ekki, tjekka hvort hann sé búin að sjá Lion. En ég segi, ég kom samt út af bíónu og ég bara, hvað þetta var geggjum mynd. Umleitt date, geggjum mynd. En hún ekki svolítið svona sorglega eða eitthvað, svona grátmynd? Ég græni allan ekki á henni. Þá nú, þú veist, það alveg mælikvarðið að því. Ok, þá ekki svo svakaleg. Nei, ok. En svo önnu mynd, sko, sem heitir Four Lions. Grínmyndin? Já. Ég eftir að sjá hana samt. Hún er 10 ára gömul. Já, þetta ekki svona einhvern terrorista grínmynd? Jú, þeir ætla að reyna, þetta eru 4 gaurar sem ætla að reyna að vera terroristar. Og sko málir ég fór óvart á þessa mynd. Þetta var eitthvað svona, ég og vinkonum mín ætlum að fara okkur að mynd, voru uppselt og voru eitthvað svona bíódagar. Þannig við ákveðum að kíkja þessa bara. Og hún var svo ógeðslega fyndin og ég er búin að vera bara eitthvað, þú veist, ég hef hort á hann til 2 svar eftir þetta. Svo ég bara, og ég var að segja manni minn, ég bara, að ég var að taka saman lista um myndum, ok, þú verður að sjá Four Lions, hún er geggjuð. Ég þarf að tjekka á henni. Já, ég mæli með, hún er allan að, ég ætla fyrst breskur húmor svo fyndin. Mér breytar einhvern veginn fyndar en Amerikanin. Kannski þeir eru svo kaldhænir. Já, það er svona kaldhænari húmor. Já, og ég ætla það er svona alltaf minn húmor. Þannig að þú sást Office? Já. Bresku? Jú, bresku, jú. Sást ekki amerísku? Ég hef ekki séð alla þættina. Nei. Ég hef alltaf gripið svona 1 og 1. En finnst þið það fyndið? Já, ég ætla að elska Ricky Gervais. Já, ég líka. Dýrkan, sko. Hann er ógeðslega fyndið. Ég er bara, uppistöndunas, ég er bara, á YouTube alltaf, fyrst, ef mann vantar eitthvað til að hlægjað. Já, þá tjekkar honum. Fórst ekki á hann þegar kom til Íslands? Jú, ég fór. Við hefum verið bara sömu sýningu. Já, ekki. En það var ekki einn bara. Var ekki bara einn, ég held það. Ég held það, já. Ógeðslega gott. Ógeðslega, hann er alltaf bara ógeðslega fyndin. Ég dýrka svona kaldhænislegan húmor, ég elska það. Ég er ekki bara að elska það að fólk tekur sér ekki alvarlega. Já. Og hann er stjarna, og hann er mjög frægur. Hann samt hagar sér ekki þannig. Nei. Eins og þegar hann að drulla yfir allt þetta liði eins og Golden Globe. Það er alltaf bara best, sko. Þú veist, það er æðislegt. Hann er svo alltaf bara svo, já, ég ger þetta síðast sem ég ger þetta. Og svo kemur hann aftur. Svona aftur. En ég búin að gera það 3 eða eitthvað? Jú. En hann það er engin, þú veist, það er engin of merkilegu fyrir hann. Hún er drullu sama. Alveg sama, ég held að það sé líka svo geggja, sko. En svo fyndi að sjá suma, þegar maður sýnt svona vídeo út í sal, sumir verða eitthvað, sumir hlæja, en svo verður sumir bara eitthvað svona... Sumir verða bara svona... Þetta er ekkert merkilt fólk. Nei, en svo, sko, þú veist, ég held bara svona ekki, þetta er ekki bara íslenskt, en ég held að þetta sé alveg bara alþjóðlegt. Að það er rosa margir úti sem að móðgast alltaf fyrir hönd annara. Það er svo heimskulegt. Þú veist, það er bara, þegar ég upplifði alveg, sko, þú veist, og þú veist, við fáum alveg gagnrýni þessi þættinum, þú veist, þannig að maður, í dag þarf maður að passa hvað maður segir. Þannig að við fáum alveg gagnrýni, en oftast er gagnrýni frá einhverjum
sem að móðgast fyrir hönd eitthvað annars og þú veist, þá ég bara að tala heilt yfir, þú veist stöðuna, sko og við erum alltaf mannleg líka sem sitjum að inni og þú veist, segjum kannski eitthvað sem að þú veist, bara í hugsunarleysi og engin meining á bakvið, en það alltaf einhver sem til í að móðgast fyrir hönd annara. En þetta rosalega, mér finnst það magna, finnst þú ekki að segja þetta, því að ég hef pælt sérstaklega mikið í þessu eftir ég byrjaði með podcastið og ég hef kannski sagt eitthvað sem að ég bara svona, ég kannski geta að segja þetta og ég kannski bara læra því, skilurðu. En maður verður líka að horfa á samhengið. Já. Skilurðu. Þú veist, ef maður með eitthvað brandar eða eitthvað, þú veist, var þetta sagt í einhverju illginni? Eða þetta bara djók, skilurðu? Já, ég held að sé sko, við erum svolítið þátturinn okkar þannig að við erum alltaf að leitast eftir að fræðast. Og við bara komum staðið eitthvað tíma núna í sumar, við vitum rosalega lítið þú veist, hinsegin senuna, sko, þú veist. Samkynhneigða já, þú veist, ég var bara svona, ég hélt alltaf að pansexual væri bara sama og bisexual og allt þetta. Þú veist, þannig að við fengum bara til okkar manneskju frá samtökunum, 78, kom bara til okkar og fræði okkur. Þú veist, því maður vill vita. Algjörlega. Þú veist, og við erum svona þáttur sem að viljum, og við erum bara bæðið þannig ég og Brynjar sem erum með þáttum, við viljum fræðast. Þú veist, við erum alveg sjúklega ólík, ég og hann. Þú veist, ég í anda 87 ára og hann í anda 17 ára. En þú ert svona alveg mjög hress, þannig að við skutum en þú veist, ég svona gömur sál. Já, þú veist, en það rosa erfitt að vera alltaf PC. Politically correct. Það er líka bara svo leiðilegt. Já, það er leiðilegt. En þú veist, og maður finnur alveg þegar fólk að vera PC og maður bara svona, segðu bara hvað þér finnst. Komdu bara með það. Veist, og við erum bara svolítið svona, maður alltaf að læra að fara, að því þegar ég var í útvarpi, sko, ég var fyrst í útvarpi 2012, þá vorum við morgunþátt saman. Veist, þá sagði maður allan ánskotan. Veist, við keftum í fake fullnæðingu. Þú veist, það gengur núna á TikTok, ég er alveg bara svona ég meitt ég er alveg bara svona ok, jú ég gerði þetta en þetta var náttúrulega, þú veist, 12 ár síðan nei, 12 ár, 8 ár síðan ég var líka bara, sá hann ekki 2000 slælilega að telja 8 ár síðan þú veist, þannig að þá sagði maður bara allt sem hann datt í hug en pæl samt í því, þetta er samt ekki það langt síðan nei þetta er ekki 30 ár síðan. Nei. Skilurðu? En maður sagði bara sem hann datt í hug og jú, ég voru laflengra því. Þú veist, stundum var maður bara heyrðu, þetta var kannski alveg, þú veist. En í dag þá ertu bara þú veist, þú ert alltaf búin að sleppa orðinu þegar það er bara dillili. Já. Þú veist, búið að senda manni. Og mér finnst það líka eins og með það orð. Alltaf svo móðgar, þetta særi svo eitthvað. Þetta er bara orð. Skilurðu? Já, og þú veist, ég oft hef séð eitthvað sem segir eitthvað og ég er alveg, sér hvað það er heimskulegt. Vá, hver segir svona? En, þú veist, þetta er bara manneskjan segir þetta. Þú veist, hún að segja þetta og þetta hefur ekki með mig að gera. Nei. Þú veist, ég get hort á það, þú veist, þegar fólk að segja alveg bara, já, ég menna, þú veist, það er bara kórnverð dæmi, menn það bara, þó svo eitthvað gamalt fólk degi. Já, ok. Ég hugsa manneskjan alveg svona en þú veist, ég þarf ekki að taka þetta til mín henni má líða svona það er allt í lagi ég er ekki sammála það er líka tjáningafrelsi já, ég er ekki sammála manneskjunni en þú veist, henni má líða svona já, líka ímyndaður ef allir væri sammála allt einmitt heldur það væri skemmtilegt nei, ég held við værum alveg bara svona bílaslega gröm inn í okkur. Já, og mér finnst líka eins og með, ef þú ert með eitthvað svona rasista og eitthvað svoleiðis lið, sem ég náttúrulega ekki sammála. Nei, alls ekki. Það sem er að vera rasisti. Þetta er svo heimskulegt. Allavega, ég vil samt hafa þetta upp á yfirborðinu. Já. Þú veist, ræðum þetta, að því við fræðumst með því að ræða málin. Já, og þú veist, það er fullt sem ég áttur að læra. Maður er alltaf að læra. Já, og ég er alltaf til í að læra og ég er alltaf til í að beturumbæta mig. Ég er alltaf til í að horfa inn á við og læra og ég hef alveg
ég hef mér þess að tekið þessu umræði við Ernu í Ernuland, það sem ég sagði, ég alltaf að læra, væru til í að hjálpa mér bara, benda mér á að því nú maður, ég að tala í mikrofón daginn sem bara, allir geta hlusta á, ég vil vanda mig, ég vil læra, og Erna eins og hún bara ekki máli við bara, eins og með hana, að því ég fekk hana tíminu, ég þekkt hann ekkert, en ég hef bara svona aðeins séðan í fjölmiðlum og svona, og ég vissi hvað hún, þetta body positivity, svona jákvæð líkamsímynd. Já. Jákvæð líkamsmynd, ímynd. Ok. Og með það svona, hún virkaði mjög áhugaverð, að því hún virkaði líka alveg svona hress og með sterkar skoðanir. Já. Og mér skaðan að tala við þannig fólk. En ég þekkti þetta ekkert svakalega mikið, það sem hún var að gera. Svo spjalla ég við hana, og ég að fylgja henni á Instagram. Og hún alveg búin að fá mig til þess að horfa þess öðruvísi á ákveðna hluti. Og mér finnst það bara geðveikt. Já. Þannig þegar ég hitt hana, þá var ég alveg opinn, eins og þú segir. Já. Ég sagði ekki við hana, þú að fræða mig. Nei. En eftir spjallið, og hún kemur okkur á punta, þá fyrir ég að melda þetta. Og svo náttúrulega þegar ég klippi þáttinn saman og svona, og aftur að hlusta á þetta, bara, já, þetta góða punktur. Fekk kannski að pæla í þessu útfærði sem hún var að segja. Mér finnst það svo geggjað. Þetta nefnilega æðist, og sko, það er þörf á allri umræðu. Já. Ég ræði svo bara hvort ég tek þátt í umræðinni eða taka hennar til mín. Þetta alltaf val. Þetta eins og fólki sem fer allt undir fréttir af fólki inn á þessum miðlum. Já, bara, er þetta frétt? Já, þetta er frétt undir fólki. Og það er algjörlega þitt val hvort að þú ætlar eða tímanum að kommenta undir það. Já. Er þetta frétt? Þetta er bara svona, já, þetta er frétt. Þú varst að lesa þetta fréttamiðli. Og ef þið finnst það svona glata, hvað er þetta að kommenta? Já, en ég sagði, ok, ég var alveg fengið sjálf gagnrýni. Ég var eitthvað tíma í risa fréttu mig, köllu Tagga Lissus tíkin hérna á sínu tíma, því ég var með eitthvað svona, tók eitthvað gaur fyrir sem var að senda mér að Tagga Lissus. Hvað er það? Það var svona, það var einmitt fyrir 8 ára síðan að það var að Tagga Lissus, þá var kannski taggað fólk og verið svona sagt, taggi var kannski cute, sexy, eitthvað það var ekki að ganga í Facebook. Ok, var þetta svona Tinder komið eða eitthvað? Já, lunguðu, sko. En er þetta eitthvað svona svipa? Er þetta eitthvað svona... Já, en nema, það reyna á fólk? Já, það er svona, þú þurftir eitthvað neina, mattsa við manneskina, ekki mattsa við hana, þú varst bara að fara að sjá hana. Það er bara, ok, ég set settur. Ég set cute, ég set þetta á hann. Eða eitthvað sexy, eða eitthvað gorgeous, eða blablabla. Ok. Og það er eitthvað gauð sem sendir mér sem átti kærustu. En og það undi var bara, er þetta hreint og eitthvað, hvað er aðinni og eitthvað, ég bara svona, þarna var ég bara, oh my god, það með allir eitthvað. Í dag, þá maður bara, já, ok, þetta er bara skoðin einna mannesku. Og mér, ég veit alveg, ég er ekki allra. Og mér langar ekki að vera allra. Það er líka ekkert gaman. Nei, ég vil það ekki. Og það er ekki hægt. Nei, og það er bara óraunhæft. Þannig ég er bara, það er fullt af fólki skoðun á mér. En ég hef líka skoðun að fullt af öðnu fólki. Og það er bara þitt val sem manneskja að fá að hafa skoðanir. Og ég er ekkert undan þegar því skilu. Það er ekki þess að bara, nei, það má ekki að skoðuna Ernu hérna. Það er bara... Eða þú verður bara að fíla hana. Já, glætan. Það er ekkert allir sem fíla mig og ég sýni þið bara fullan skilning. Og það er bara allt í lagi. En það er bara fólk sem vel þá hlust ekki á þáttu minn. Nákvæmlega. Og það er ekki að trufla mig. Það á ekki að trufla. Ég er á því, ef allir í heiminum hugsuðu þannig að þeim væri sama hvað öðrum finnist sig, þá væri heiminn hamingjusamur staður. Já, ég held maður sjálfur er svo hamingjusamur, þetta er svo mikið frelsi. Ég þarf ekki að vera besta vinkona allra. Nei. Og það þurfi ekki allir að vera vinir mínir. En ég er alltaf kurteis við fólk. Og samátt með finnist kannski manneskjan ekkert eitthvað sérstaklega skemmtileg, þá er ég alltaf kurteis. Ég vil balinn. En sko, mér líkar bara ekkert vel við alla. Mér finnst ekkert allir frábærir. Þú tengir ekkert við alla? Nei, það er bara skrítið. Já, því mér finnst það svo fyndið líka þegar fólk reynir að þóknast öllum. Já. Þetta er bara svo með þetta podcast. Ég er rosalega mikið að gera það sjálf á mig. Ég besi bara að gera podcast sem ég langar til að hlusta á. Það er eitthvað þannig kemur það best út. Ég fer í lofti og ég gleymi því að þessi fólk að hlusta á mig. Einmitt. Ég er bara eiga hérna 2 tíma
með samstafmann mínu sem bara vinu minn, við erum vinir, búin að þekkjast í 8 ár. En það skýn þá í gegn? Já, við erum, það er genuinely vinátta og það er vinátta á milli, konan hans og maður minn, við erum bara, það eru vinir. Já, þú hittar fyrir auðvitað vinnu líka, það? Já. En við erum ekki alltaf sammála, bara langt í frá. En það er eitthvað skemmtilega. Já, en við erum vinir. Í grunninn erum við, er það sem skiptir máli. Öðruvísi er þetta ekki hægt, en það er bara alveg eins og með lífið, maður er ekki alltaf sammála öllu. Nei, en mér finnst það bara gaman. Já, ef allir voru sammála um allt, það er þið boring, maður. Já, þá væri bara þá væri það allt til í rugli, held ég. Það var líka svo litlust lífið. Ég veit alveg, ég hugsaði það kemur frétta, þessi finnst þetta með sóttarnateymi vera bla bla. Já, auðvitað er eitthvað sem er ekki sammála þessu. Það er bara algjörlega, hún er frjálst að finnast það. Já, það sem hræði mig og það sem mér finnst ekki sniðugt er það að ákveðin þöggun í skoðun, hjá öðrum skoðunum. Mér finnst það aldrei gott. Nei, það leiðir aldrei neitt gott af sér, en það er málið, það er alltaf, eins og ég hef alltaf sagt, þegar maður heyrir eitthvað atvik, maður heyrir hvað gerðist, bla bla bla, maður er alveg, já, ok, vá, shit. Já, þannig að það 3 hliðar öllu máli. Það er þeirra tveggja sem kannski er að deila, svo er sannleikurinn. Já, og þú mynd aldrei fá að vita sannleikan. Nei. 100%. Nei. Þannig að maður tekur svona hlutum með fyrirvara, maður alveg, já, og vinkonum er svo leiðar á sig, ég er bara, já, alltaf 3 hliðar öllu máli. Já, ég veit að hans, hennar og sannleikurinn. Bara, það er málið. Þetta mottóð þitt. Þetta er bara málið. Það er alltaf fleiri en kannski bara 1 eða 2 hliðar á málinu. Algjörlega. Og mér finnst líka bara að fleiri mættu geta lært að setja sér í spor annara. Klárlega. Að mér finnst það ótrúlegt hvað það virðist ekki vera svakalega algengt. Og þá er ég bara að tala um eins og ég var vitni að þessu að fólk er kannski með eitthvað að stæla kannski í krónun eða bónus eða eitthvað með afgriðstu fólki. Já, kassa og með eitthvað, mér langar að segja þetta fólk. Getur ekki sett í kannski einhver 15 ára úlingur eða eitthvað að vinna bara, vera 15 ára að vinna eitthvað staðar, það er alveg erfitt. Á þessum tímum. Og ég tala ekki í dag, ég er að tala fyrir COVID. Já. Og ég getur eftir ímyndað hvernig þetta er í dag. Getur ekki sett í þessu spór. Ekki vera svona dónalegur. Þetta er alltaf bara landlægt vandamál, þetta hefur alltaf tíðkast hérna. Já, mér finnst það bara, ég skil ekki. Og það er einhvern veginn svona, já, þessi kynslóð hlýtur nú að fara að dala hérna niður, þessi sem er alltaf svona aggressív eitthvað. Það kemur alltaf ný. Heldur það? Eru ekki að fara rétt átt? Ég vona það, en ég meina, fyrir hvað mörgum ára síðan, þá var ég að vinna sem gjaldkeri hjá Kaupþing, það var. Og einhver kom einhver að borgaði rafmagnsreikningi sinn, þá komst ekki í banka og borgaði rafmagnsreikning, eða reikningana henni. Gamalt fólk gera held ég en þetta. Já, það er ekki hægt, þú ert að panta tíma. Ég þarf alltaf að loka útbúin. Það er já, hún kom borgaði rafmagnsreikningin og bað mig að senda tölvupóst á til að vita að væri búið að borga reikningin. Og ég geri það. Maðurinn kemur aftur tilbaka 20 mínútur seinna, bilaðist við mig af því það var ekki búið að kveikja ljósun heima hjá honum. Af því að þá var hann að borga á rafmagnsreikningin allt og seint. Allt og seint, þá var búið að taka rafmagn af heima hjá honum. Og af því að, ég hafði sendt tölvupóstum bara straxlega hann fór. En það kannski tók aðeins tíma fyrir þá að græja þetta. En þá kom hann og raunaði yfir mig. Og ég bara eitthvað, ok, þú skeist upp á bak og þú ætlar að skeina með mér. Og ég var að klósettpapírið þinn. Það er sem fólk gerir. Já. Þetta er alltaf fáránlegt. Og það er alltaf allt annað að hjá þér. Heldur en það að einhver afgreiðslumæður í búð sé lengi eða whatever, eða var hann kosti meira en þú heldur. Það er eitthvað allt annað að hjá þér, heldur en það, þegar þú ert farin að apeshita í maturubúð. Já, en það er svona ekki að bitna á þér. Nei, ég er að segja, en maður er svona alveg, ef maður næri að hugsa, kannski 15 strákur eða stelpa er ekkert kannski myndarleg, já, það lítur að vera eitthvað rosalega mikið að hjá þessum. Í mómentinu, þú situr bara stjarfur og kannski ekki heldur með,
kerkill að vera bara, heyrðu, þú ætlar ekki að haga þér eins og maður, þá máttu bara fara út okkur núna. Nei, þú hefur alltaf ekki þú svona ungur. Nei, þú veist, og ekki mér svo oft fullari fólk hefur ekki heldur bara svona, heyrðu, það vera að tala niðurtími, það bara vera, þú veist, ráðast á mig. Ég ætla að segja stoppu þessu. Já. Þú veist, það ekki allir svona á að hugsa þannig. Nei. Og setja bara mörkin strax bara, heyrðu, það ekki að tala svona við mig. Nei, bara það engin sem fær að tala svona við mig. Nei, ég var mjög ung þegar ég sagði mömminu og pappali, það algjör óþörfu að öskra mig. Já, ég heyri alveg. Hvað, mástu komast gömul? Ég var bara 5 ára eða eitthvað. Þú veist. Það sem geggja. Já, ég var bara, og í dag ennþá ykkur öskra á mig, þá heyri ég ekkert hvað segir. Ef það voru öskra, myndi ég ekkert heyra hvað segir. Ég væri bara að hugsa, hann að öskra á mig? Hver öskra líka? Það alveg líðarna sem öskrar. Mér finnst það svo skrýtið. Ekki mínu lífi núna, sko. Nei. Jú, dóttir mín. Hún 2 háls. Hún löglega afsökuð. Já, en hún samt veit það, hún má öskra, en hún má öskra í herbygginu sínu. Og heyrið þú stundum bara, loka bara hurðinu og bara öskur? Nei, stundum byrjar að öskra og ég segi, Ylva, hvar mátt þú öskra? Herbygginu mínu. Segja, þú mátt bara koma inn í herbyggi, ég fæ bara átt með henni, sko. Já. Þar fær hún bara öskra og klára öskra og svo jafnar að sig og þá fær hún knús. En ég aldrei fattað fullari fólk sem Nei, sumir þurfa að fara bara út að sjó og öskra til að bara fá losun og ég veit alveg einstaklega sem gera það. Bara fara bara neyra fjöru og bara öskra til þess að fá bara losun. En já, ég skil það, ég skil hvað að tala en það ekki, ef þú ert kona á þann stað að þú þarft að öskra til þess að losa, það ekki eitthvað annað að líka? Jú, það alveg klárlega eitthvað annað, en sumir finnst það bara gott. Já. Ég ger þetta ekki, en ég mætti vil samt ekki taka þetta stelpunni minni, þú veist, hún að tjá sig og hún 2 ára og 2 árs og þú veist, hún bara hún svo, að það er svo mikið tilfinningu í gangi og hún kann ekki tjá sig eins og við tjáum okkur. Nei, hún alltaf svo ung. Já, þannig ég hugsaði bara, ok, þú mátt alveg sko, hún, þú veist, mjög mikilvægt í leiðunni líka segja, þú veist, þú mátt gráta, það allt í lagi að gráta. Það mig allir gráta. Já. Þú veist, það bara allt í lagi. Þú veist, það bara gott að gráta. Það ákveðin losun. Já, bara, þú veist, aldrei myndi ég segja henni, hættu nú að grenja. Nei. Þú veist, en hún væli svona, hún væli svona, þá ég alveg, nú ertu að væla. Já, fá vælubílinn. Að því ég sagði við hana, ég sagði, nú eru við bara að hringja vælubílinn. Ekki hringja vælubílinn. Heldur hún að sé alveg alvöru bíl? Já, svo spilaði systrina lagi fyrir hana 113 vælubílinn. Ég held ég hef ekki gert það. 113 vælubílinn. Með hvernig með það? Þetta með Pólaböng. Þannig að þetta reglulega að spila heima. Ég þarf að strákna mín með það, það kemur. Já. Herra, ekki bara að slúta þessu? Ég held þessu að vera of sein. Gat ég verið, komið ykkur bíó upplýsingar fyrir þig? Já, þetta bara, þetta bara geggja spjall. Já, ok. Og þó þess ekki búið eitthvað mikið bíómyndir, þá hafði ég bara mjög gaman að þessu. Já, gott. Sömuleiðis. Takk fyrir það. Og ef fólki finnst þetta leiðilegt af því við erum ekki að tala um bíómyndir, þá bara slökkva. Allt í lagi. Þá bara slekkur og horfum bara næsta þá. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig. Takk kærlega fyrir að hlusta á þáttum minn eða horfa á hann og eins og kannski gera ykkur grein fyrir þá er mikil vinna að gera svona þætti og ég vil endilega halda þessu áfram og gera flotta þætti og fleiri og þið getið hjálp mér að stækka hana þátt með því að íta á subscribe á YouTube eða follow Spotify eða Apple Podcasts svo er ég líka á Instagram og Facebook endilega fylgjum við það líka